Jónsmessu nótt yfir sveitir og sæinn ber sólroðið töfrandi glit. Grasið í Velkomin til þessa málþings til heiðurs Bjarna Guðmundssonar og málþingi ber heiti Landbúnaður í gegnum safn og skóla. Og virkilega gaman alltaf þegar svona margir koma á Hvanneyri, þannig að það þarf að parkera hér bara alveg út á túni og bara yndislegt að sjá ykkur öll. Ég heiti Ragnheiður Þórarinsdóttir og er rektor Landbúnaðarháskólans og stjórnarformaður líka Landbúnaðarsafnsins fyrir þau sem ekki vita og afskaplega ánægð fyrir þann heiður sem ég fæ að stýra hér málþinginu í dag. Við munum fá að hlýða hér á erindi frá samstarfsfólki Bjarna í gegnum tíðina sem hefur starfað náið með honum bæði í Landbúnaðarháskólanum og líka í safninu og við uppbyggingu þess. En mér langar svona aðeins til þess að stikla á stóru, það er nú ekki annað hægt í þessum 10 mínútum sem ég hef hér í upphafi. Þetta er svo mikið starf sem að Bjarni hefur unnið í gegnum tíðina. En ég ætla svona að stikla á stóru og kannski fara sérstaklega yfir þá þætti sem snúa að Landbúnaðarháskólanum og safninu beint. En Bjarni var prófessor við Landbúnaðarháskólan og hafði samhliða forgöngu uppbyggingu Landbúnaðarsafnsins eins og við vitum öll og hefur þess vegna á starfsævinni samtvinnað rannsóknir, nýsköpun við söguna og svona utanumhald það að halda öllu til haga. Bæði þá tækjabúnaði og eins svona hvernig farið var með og hvernig þetta hékk allt saman. Og haldi þannig landbúnaðinum á lofti gegnum alla sína ævi. Hann hefur þannig verið ötull við að afla heimilda og lagt heilmikla vinnu í það og eftir hann liggur mikið að gögnum þróun landbúnaðar sem skipar stóran sess í þróun samfélagsins í síðustu öld. Það liggur líka mikið að myndefni eftir Bjarna sem hann hefur safnað og búið til sjálfur og til í bókum og ritum hans. En hann hefur ritað mörg rit, stór og smá, sem ég kem aðeins inn á líka hér á eftir. En áður en ég gef hér orðið til fyrsta ræðumanns, þá ætla ég að fara aðeins yfir svona það helsta í náms- og starfsferli Bjarna. En Bjarni fæddur á Kirkjubóli í Dýrafirði 18. ágúst 1943. Hann lauk landsprófi frá Héraðsskólanum á Núpi 1960 og var búfræðingur frá Hvanneyri 1962. Hann tók fornám við Menntaskólann á Akureyri 1962-3 og var búfræðikandidat frá framhaldsdeild Hvanneyraskóla 1965. Bjarni var í framhaldsnámi við Landbúnaðarháskólans að Ási í Noregi 1966-71 og lauk með lisensiatprófi í fóðurverkfræði. Bjarni hóf snemma störf á Hvanneyri og hefur verið lykilmaður við uppbyggingu og þróun Landbúnaðarháskólans, jafnframt sem hann vann ötullega því að koma upp Landbúnaðarsafn Íslands og störf hans eins og ég segi voru mjög viðamikil og má rekja til ársins 1964, kannski fyrst, þegar hann var aðstoðarmaður við bútæknitilraunir verkfræði nefndar ríkisins á Hvanneyri sumarið og síðan rannsóknarmaður 1965-6. Hann vann að ritgerðatali bændaskólans á Hvanneyri hríð 1967 og vann síðan við sumarstörf við rannsóknir og tilraunir hjá bútæknideild Rala 67-69. Bjarni var sérfræðingur hjá bútæknideild Rala og jafnframt stundakennari við Hvanneyraskóla 1971-3. Þá vann hann sem kennari við Hvanneyraskóla með rannsóknarskyldu frá 73 og haustið 79 skipaður aðalkennari í bútækni við búvísindadeild skólans á grundvelli hæfnismat og síðan prófessor árið 2000. Bjarni var kjörinn deildarstjóri búvísindadeildar Hvanneyraskóla 79-83 og aftur 89-93. Og síðan var hann formaður nefndar innan Hvanneyraskóla nýja skipan námsbrauta í starfs- og háskólanámi 99. Bjarni var síðan kjörinn í Háskólaráð Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri frá og með 1. júlí 1999 og staðgengill rektors skólans frá sama tíma til haustsins 2000. Þá var hann formaður rannsóknarnámsnefndar háskólans á árunum 2001-2005. Árið 1940 hafði orðið til verkfærasafn á Hvanneyri
en það var samkvæmt lögum nr. 64 frá 1940 rannsóknir í þágu landbúnaðarins að það skyldi komið upp safni af landbúnaðarverkfærum við bændaskólann á Hvanneyri sem að sýnir kannski svona framsýnina sem var þá 1940. Þetta eru lög rannsóknir og það skyldi koma upp safni. Lítið gerðist lengi vegna fjárskorts en þarna var ýmsum dýrgripum samt bjargað. Árið 1976 þá ýtir Bjarni við verkfærasafninu á Hvanneyri með erindi til búnaðarþings og hefur þannig framgöngu að það fær eitthvað að gerast í þessum málum. Og síðan 1987 opnar búvélasafnið þar sem að vélar eru þá til sýnis og komið upp kannski svona fyrstu geymslu og sýningar aðstöðu. Þannig þið sjáið allan þennan tíma sem líður hvað þetta er mikið þolinmæðisverk sem þarna er. Bjarni fór síðan fyrir nefnd sem undirbjó stofnun sjálfseignarstofnunar Landbúnaðarsafn Íslands og sjálfseignarstofnunin var stofnuð 14. febrúar 2007. Og hann tók að sér að stýra þessu og var verkefnisstjóri Landbúnaðarsafnsins fyrir hönd Landbúnaðarháskóla Íslands alveg frá upphafi og þangað til Ragnhildur Helga tekur við í upphafi árs 2017. Það er ekkert lítið mál að koma upp einu stykki safni af þessari stærðargráðu og það þarf framsýni, það þarf frumkvæði, það þarf þolinmæði og alveg óbifandi trú á verkefnið sem þú ert með í höndunum. Og alla þessa kosti hefur Bjarni og við getum þakkað honum hér að við eigum þetta merka safn. Það styður bæði við greinina og við Landbúnaðarháskólann að eiga slíkt safn og geta rekið söguna með þessum hætti sem að við getum gert. Síðan verð ég að nefna það líka að Bjarni hefur fylgt málum alla tíð eftir og skemmtilegar lýsingar sem hann hefur búið til bæði í riti og ræðu og ekki síst í stuttum myndböndum sem hægt er að finna á vefnum. Þar sem hann til dæmis lýsir því þegar fyrsti traktorinn er að koma til landsins í kringum 1920 og hvernig skilvindur virka og svona hitt og þetta sem er mjög merkilegt og gott að eiga. Ég nefndi hér ritverkin í upphafi og langur ritlisti sem liggur eftir Bjarna sem ég get ómögulega talið upp hér. En mér langar þó til að nefna hér nokkrar merkar bækur. Í fyrsta lagi Halldór á Hvanneyri frá 1986, ævisaga Halldórs Vilhjálmssonar, skólastjóra á Hvanneyri. Og síðan eru kannski svona 3 bækur og svo kom Ferguson árið 2009 sem er rituð þegar 60 ára liðin frá því að fyrstu Ferguson vélarnar koma til landsins. Alltaf er farmal fremstu 2010 og frá hestum til hestafla 2013. En þessar 3 bækur eru svona, má segja, búnaðarsögulegur þríleikur sem að fjalla þá vélvæðinguna. Árið 2011 kemur síðan ritið Ungmennastarf aldarskeið, en Bjarni var mjög ötull og hefur verið alltaf í vinnunni fyrir Ungmennafélagið. Bókin íslenska sláttuhætti árið 2015 og síðan framhald árið 2018 íslenska heyskaparhætti. Árið 2016 bókin Konur breyttu búháttum og síðan við starfslok og þá komu út hér kennslubókin Heyverkun og verkun og geymsla kots. Síðan 2020 þá kemur Yrkjavild ég jörð sem segir líka frá íslenskum jarðræktarháttum, vinnubrögðum og verkfærum til ræktunar fóðurs fyrir búfé. Þetta er ekki lítið ævistarf sem að ég hef talið hér upp í mjög stuttu máli og gæti verið miklu lengur hér. Þetta er svona það sem mér fannst
vera svona það sem að kom Landbúnaðarháskólanum og safninu svona mest við, en það ótal önnur verk sem að Bjarni hefur komið að, þó að það sé erfitt að trúa því samhliða þessu öll saman. En mér langar aftur til þess að þakka ykkur öllum fyrir að vera hér hjá okkur í dag og þakka Bjarna sérstaklega fyrir alla þá vinnu sem hann hefur lagt til Landbúnaðarháskólans og Landbúnaðarsafnsins í gegnum tíðina. Og ekki gleyma að óska þér hjartanlega til hamingju með stórafmælið daginn líka. Og þakka Ragnhildi og Önnu Heiði og öllum þeim sem hafa komið að því að undirbúa daginn hérna í dag. Og einnig vil ég líka þakka Uppbyggingarsjóði Vesturlands sem styrkir hér þennan viðburð. Að þessu sögðu þá langar mig til þess að bjóða hér fyrsta ræðumanninn upp í pontu, en það Árni Daníel Júlíusson sem ætlar að halda erindi sem hann kallar Þegar sel var á hverri jörð. Gjörðu svo vel, Árni. Já, ég þakka hann hefur að bóðið koma hér á Hvanneyri og á málþingi. Málþingi til heiðurs Bjarna og til hamingju með afmælið Bjarni. Já, hér eru tæknin að virkjast. Já. Þá sel var á hverri jörð, stendur þarna. Ok, hvert? Svona. Sjá. Svona. Já. Já. Ég ætla að tala seljabúskap á Íslandi og þetta efni sem Bjarni hefur lagt mikilvægt framlag til rannsókna í. En ég viðriðin verkefni sem og í því verkefni ég á vegum stofnunar Vilhjálms Stefánssonar á Akureyri. Það verkefni sem heitir Trans-Eyes og styrt af Rannís, rannsóknarsjóði. Sá siður að reka mjólkurbúfé frá heimabýlum í sel á sumrin vel þekktur og enn tíðkaður í löndum eins og Noregi. Á Íslandi lagðist hann af árið 1904 talið. Reyndar er Bjarni með heimildur frekari rekstur alveg fram að miðja 20. öld. En fram að 1904 höfðu sel verið hluti af landbúnaði og samfélagi á Íslandi, en fjöldi selja verið mjög sveiflukenndur. Helsta tímabil seljabúskapar á Íslandi var miðaldir. Það hefur komið í ljós. En selja landslagið leit einhvern veginn svona út. Þetta mynd úr reiti Bjarna sel í Dýrafirði. Þetta tekið 27. ágúst 1983 og þarna höfum við heilt seljaþorp, þrenn sel og þannig líta íslensk sel út nú á tímum og þau eru rústir einar. En þarna sjáum við hort heima bænum og í Hjarðardal. Seljabúskapur hélt áfram þó að miðaldir þeim væri lokið, en mun færri sel voru nytjuð á árnýjöld, jafnvel þegar fjöldi þeirra var mestur, svo sem á 17. öld. Hér á eftir verður yfirlit yfir uppsveiflur og hnignun í seljabúskap á Íslandi
aðalega byggt á, ég kem til með að segja fyrst og fremst frá þessari rannsókn sem hefur verið í gangi og ég svona að svara Bjarna, ég kem með Eyjafjörð að borðinu og en einnig á heimildum og gögnum á landsvísu. Þannig að þá erum við búin að fá talsverða innsýn í bæði Dýrafjörð og Eyjafjörð, seljabúskap þar. Fyrst nokkur orð rannsóknir. Fyrri rannsóknir. Nútíma rannsóknir á íslensku seljabúskap hófust með könnunum Daniel Brún 1900 og skrifum Þorvaldar Thoroddsen íslenska landbúnaðarsögu 1919, það fjallar hann sel. Á 7. og 8. áratugnum var þýski fræðimaðurinn, reyndar hann þýsk-norskur, skulum við segja, hann býr í Ósló og hann enn á dögum. Egon Hitzler heitir hann var mjög virkur í rannsóknum á seljabúskap sem skiluðu sér í fræðiritinu Sel Untersuchungen zur Geschichte des isländischen Senwesens seit der Landnámszeit. Það kom út árið 1979 á þýsku og nú verið að þýða á ensku sem hluti af Transice-verkefninu. Í verkum Hitzlers fjallað margar hliðar seljabúskapar á Íslandi. Hann notar tiltækar miðaldaheimildir, bæði sögur, miðaldalögbækur eins og Grágás og Jónsbók og heimildaefni úr íslensku fornbréfasafni og greinir líka nokkuð af því umfangsmikla efni sem að finna í jarðabók Árna og Páls frá 1702 til 1714. Hann stundaði einnig vettvangsrannsóknir á seljum, til dæmis í Sauðadal í Húnavatnssýslu þar sem að finna margar seljatóftir. Á Íslandi að finna margar slíka seljadali með fjölmörgum seljatóftum. Til dæmis Blikdalur í Esjunni eitt svona seljadalur. Ef menn hafa labbað þar upp, þá þar að finna sel. Sama leyti og bók Hitzlers var að koma út, eða aðeins fyrr var Bjarni Guðmundsson hefði athuganir á seljabúskapi Dýrafirði. Og eftir útkomu bókar Hitzlers tóku fornleifafræðingar einnig við keflinu. Guðrún Sveinbjarnadóttir, fornleifafræðingur, stundaði rannsóknir á seljarústum sem birta voru í alþjóðlega tímaritinu Acta Archaeologica árið 1990. Og síðan voru nokkrar frekari fornleifarannsóknir gerðar á árunum 1990 til 2020. Til dæmis á Austurlandi, þar sem Gavin Lucas og félagar grófu upp sel sem þurfti að grafa upp áður en að færi í kaf út af Kárahnjúkavirkjun. Og fleiri fornleifafræðingar hafa stundað rannsóknir til dæmis á Snæfellsnesi, í Mývatnssveit og víðar og reyndar í Garðabæ líka, Ragnheiður Traustadóttir. Ómar Smári Ármannsson hóf athuganir á seljum á Reykjanesi og hefur unnið þar mikið verk. Einnig eru hafnar fornvistfræðilegar rannsóknir á seljum, einkum hefur Egill Erlendsson, prófessor og nemendur hans sinnt þeim í til dæmis í Mosfellsdal, Borgarfirði og á fleiri svæðum, nú í Svarfaðardal og Hörgárdal. Mér langar að fletta hér yfir á þessa mynd. Nokkru fyrir aldamótin 2000 var byrjað að stunda fornleifaskráningu hér á landi og frá þeim tíma hefur þekking á útbreiðslu selja stöðugt vaxið. Rækilegasta skráningin í Eyjafjarðarsýslu og öll sýslan þar skráð og niðurstöður fornleifaskráningar breyttu miklu vegna þess að hún afhjúpaði mikinn fjölda selja sem ekki var þekktur áður. Og miklu fleiri heldur en eru skráð í jarðabók Árna og Páls sem var svona helsta skráningin sem menn þekktu. Hér sem sagt Tvídælusvæðið sem við köllum. Það annað verkefni sem ég
ég fer fyrir reyndar og þar sem sagt, þetta Sorfadalur hér og Hörgárdalur hér, þetta Eyjafirði og hérna sjáum við sem sagt, þetta eru alls 100 sel sem eru á þessu svæði og þetta eru miklu fleiri heldur en voru var vitað á síðaröldum og þarna eins og í Dýrafirði sel á hverjum bæ á vissum svæðum sko hér í Svarfaðardal, Árskógsströnd ekki í Skíðadal og ekki á ströndinni, Gálmaströnd og hér inn í en hér í Hörgárdal eru aftur Hörgárdal og Öxnadal, þar eru sel á hverjum bæ. Nú, í kjölfar svona skráningarinnar þá jókst áhugi á rannsóknum á seljum sem leiddi til þess að núverandi Trans-Ice verkefni var styrkt af Rannís. Árið 2020 gaf Bjarni Guðmundsson síðan út rit sitt rannsóknir hans á seljabúskap í Dýrafirði sem byggt á yfir 40 ára rannsóknum. Og það mér vitanlega, fyrsta ritið seljabúskap í heilu héraði á Íslandi og tekur á ótal mörgum og forvitnilegum þáttum varðandi seljabúskap. Dýrafjörður hafði sel á nær hverjum bæ, alveg eins og tíðkaðist í Eyjafirði. Bjarni ber saman seljabúskap í Dýrafirði og í nágrannalöndum, ræðir vistfræði seljana, landsætti, veðurfar, legu þeirra, seljaminjar, stærð og gerð selhúsa, selja stúlkur og annað vinnuafl á seljunum, eða selstúlkur og hann talar örnefni, búfé í seljum og þjóðfræðilega þætti eins og sagnir og ævintýri tengd seljum, mjólkurframleiðslu í seljunum, smjörgerð, skyrgerð, hinn ýmsu hlutverk selja önnur eins og þau voru stundum beitarhús á vetrum og loks endalok þeirra aldamótin 1900. En nú sem sagt snýr mér þá að þessu verkefni, ég skýra frá því hvað hefur verið í gangi í þessu verkefni, Trans-Ice eða Transhumans in Iceland. Þetta var fjármagnað af Rannís árið 2022. Verkefnistjóri Egill Erlendsson, fornvistfræðingur og prófessor við Háskóla Íslands. Auk undirritaðs sem sagnfræðingur starfa einnig við verkefnið 3 fornleifafræðingar, Elín Ósk Hreiðarsdóttir, Gylfi Björn Helgason við Fornleifastofnun Íslands, þau eru bæði við Fornleifastofnun Íslands og prófessor Óskar Aldreit í Cambridge. Einnig einn doktorsnemi, hún frá Colorado í Bandaríkjunum, heitir Julia Esch og núna nýlega réðum við Emma-nema í verkefni sem heitir Þóra Brím, hún fornleifafræðingur. Hún ætlar að skoða jarðabókina. Markmiðið verkefnisins sést kannski nokkuð á undirtitli þess, Rise and Fall of Icelandic Transhumans. Transhumans enska orðið yfir seljabúskap. Það verið að skoða hvenær og við hvaða aðstæður seljabúskap blómstraði hér á landi. En verkefnið sömuleyti tvíþætt annars vegar að gera fyrri rannsóknir aðgengilegar með þýðingu á verki Egons Hitlers sel og hins vegar að komast að því hver heildarmynd þróunar í seljabúskap á tímabilinu 880 eða 874 til 1900 hér á landi, það segja frá landnámi og fram þangað til seljabúskapur leggst af. Og leggja í höfuð í bleyti hverjar eru helstu orsakir þessara þróunar. Slík heildarmynd ekki til annar staðar og því mjög verðmætt fyrir rannsóknarsamfélagið að fá. Vettvangsrannsóknir á vegum Trans-Ice beinast að 2 svæðum, Eyjafirði í norðri og Reykjanesi bæði á Reykjanesi og síðan í
Mosfellssveit. Í Eyjafirði tengist rannsóknin Tvídælu, öndvegisverkefnum sem rann í styrkti árið 2021 og fjallar miðaldasögu Svarfaðardals, Hörgárdals og nágrennis. Þar hafði skráningin sýnt að það mynstur á stórum svæðum sem var nær hver jörð með lögbýli eins og framkom áðan. En áður en við lítum á niðurstöður fornleifarannsókna á vegum Trans-Ice á þessu svæði skulum við skoða niðurstöður sagnfræðirannsókna fyrir allt Ísland og sem sagt þær hluta þeirra sagnfræðirannsókna sem hafa farið fram í tengslum við innan vébanda þessa verkefnisins. Og hér sjáum við sem sagt mynd sem sýnir fjölda skjala sel í íslensku fornbréfasafni. Og íslenska fornbréfasafnið það gefur tækifæri til að greina tíðni og staðsetningu skjala sem fjalla seljabúskap. Og hér tíðnin eftir 50 ára á 50 ára tímabilum. Og fyrstu skjölin frá miðri 12. öld og mörg þeirra héðan úr Borgarfirði, meðal annars allra fyrsta skjalið seljabúskap í Reykholti. Og þetta eru fá skjöl til að byrja með 5 til 10 á hverjum 50 ára bili. En síðan fer nú að fjölga heilmikið hérna og eftir 1350 þá fjölgar skjölum seljabúskap gríðarlega. En Adam ekki lengi í paradís, skulum við segja. Flest þessi skjöl eru úr máldögum, sem sagt eignaskrám sóknarkirkna sem eru til í miklu magni og birtar í fornbréfasafni. Eftir 1400 þá verður algjört hrun í fjölda skjala sel. Það eru bara 7 skjöl á 50 ára tímabili. Svo hressast menn og það fer að vaxa aftur seljabúskapur reynilega eftir 1450, en svo kemur plágan síðari og eftir það þá verður algjört hrun í þessu efni. Alveg fram á 17. öld þá fer þetta að hressast. Og það sem sagt, á þessu tímabili þá eru 4 bindi, þetta eru 4000 bindi af 4000 síður af fornbréfasafni og þar eru bara 19 skjöl sel. Mörg skjalna sem eru varðveitt frá 12. öld komin frá Borgarfirði, en fyrsta varðveitta skjalið sel frá Eyjafirði frá árinu 1374. Hér sjáum við heildarfjölda skjala eftir sveitum, þau eru flest úr Borgarfirði, 30 talsins. Og síðan eru mjög mörg frá svona sveitum sem liggja í fjallahérð, eru fjallahérð í rauninni, Múlasýslu, Þingeyjarsýslu, Eyjafirði, Skagafjarðarsýslu, Húnavatnssýslu og Dalasýslu. En það eru og síðan talsvert í Ísafjarðarsýslu, en samt ekki eins mörg eins og til dæmis rannsóknin í Dýrafirði gæti gefið til að það ætti að vera fleiri skjöl þaðan. En tíminn leyfir ekki að rýna vel í heimildaefnum selins, en það má nefna nokkur skjöl úr Hörgárdal. Fyrstu eru frá 1394 til 97 og fjalla selför úr Hallfríðarstöðum hér inn í Myrkárdal hér, og það farið með 100 ásauði frá bænum. Það mjög há tala, því að venjuleg tala ásauða var miklu lægri á þessum tíma. En það voru 2 líka kýr, 2 hross sem máttu fara fylgja sauðunum. Og
sauðamjólkin var miklu feitari heldur en kúamjólkin og gaf miklu meiri afurðir í smjöri. Hlutfallslega með við vinnu. Þetta er mjög athyglisvert skjal, þessi skjöl. Það er annað frá 1397. Nú síðan er annað skjal, það er frá 1462, það er þá komið semst aftur aftur fyrir 1400, það er semst komið til 1462 eftir svartadauða, en eftir 1450 þá fer greinilega aukast seljabúskapur á ný eftir hrunið sem varð eftir svartadauða og þá kærir príorinn á Möðruvöllum, bróðir Sigurður, séra Jón Halldórsson í Stærra Árskógi fyrir að nytja selið í Hrafnagilssel hér. Það var hér. Og hér er Stærri Árskógur og hér er sem sagt Möðruvellir. Og hann kærir hérna prestinn fyrir að nytja það ólöglega og þetta er sett í dóm 12 presta. Og Oddur Þorsteinsson og Þorsteinn Þorsteinsson, þeir eru menn sem eru vitnað það að Selför var höfð í gamla daga, eldgamla daga og þeir sem sagt Þorsteinn Þorsteinsson, Ítem Sól og Þorsteinn Þorsteinsson og hann heyrði eignaða fyrirsagða Selför Möðruvallaklaustri af sér eldri mönnum mörg ár og já, þetta var sem sagt talið samkvæmt þessum Þorsteini að væri Selför klaustursins í Hrafnagilssel. Gömul Selför klaustursins á Möðruvöllum. En í 5 ár hafði Jón Halldórsson nytjað þetta sel ólöglega. Það virðist svo vera að selið hafi fallið niður eftir svartadauða og síðan hafi Jón farið að nytja það og síðan hafi Sigurður ákveðið að sé að þetta var mjög gaglegt að hafa sel þarna og fann út úr því að Möðruvöllur hefði átt þetta og tók selið af Jóni greyinu. En síðan annað skjal frá 1472 það fjallar það að þessi sami Sigurður, hann bróðir Sigurður, príor í Möðruvallaklaustri, hann gaf síra Birni einhverjum sem er ekki nánar tilgreint hvar var, til ævinlegra regna fyrir jörðina Ósi, mánaðarbeit í Garðshornsjörðu liggur fyrir ofan Hof, 20 málnitu kúgildum á sumarið í bæði mál eða 2 mánaða í annað mál. Og þetta er 20 málnitu kúgildi, það myndi það vera annarkvort 20 kýr eða 120 ær. Þannig að tölurnar eru svipaðar og í Hallfríðarstöðum. Hér er Garðshorn. Og í staðinn þá fékk príorinn skipsstöðu á Ósi sem liggur hérna við. 2 skipsstöður. Já, þetta var nú þessi sel í máldögunum, en lítum nú á seljaslóðir. Hér sjáum við Framsvaruadal og þetta er Skeið, þetta er þessi bær, þetta heitir Hæringsstaðir og hér sjáum við vinnuhópastörfum, fornleifafræðinga. Þetta heitir Hólssel og hóll er hérna neðan við brekkuna, sést ekki vel, sést alls ekki. Og hér er fornleifafræðingur og hún er á þar sem heitir Auðnasel. Bæði þessi sel voru skoðuð. Eins og við sjáum þá er þetta talsvert fyrir upp í hlíðinni, þetta er 300 metra hæð og við vorum að gantast með það að við bóndan á Hóli hvort hann myndi ekki vilja reka kýrnar hann upp eftir fyrir okkur. Og hann sagðist myndi vilja setja kýrnar
þjálfunarbúðir fyrst. Og svo sjáum við til hvernig gengur að koma kúnum upp í selið. Það náttúrulega myndi vera auðveldir að flytja ærnar upp yfir. Og svona, ýmislegt sem bendir til að það hefði verið algengara að mjólka ærnar í seljunum. En engu að síður verið mjög gaman að fara með kýrnar þarna upp yfir, sjá hvernig það gengur. Sem sagt, sumarið 2022 fór leiðangur sérfræðinga úr fornleifafræði, jarðfræði og sagnfræði í Dalina 2 og gróf könnunarskurði og gerði borholur í 12 sel. Nágrenni þeirra, fyrirgefið, það fornleifafræði, fornvistfræði og sagnfræði, ekki jarðfræði. Og nágrenni þeirra með það markmið að ákvarða aldur hinna ýmsu rústa. Sjáum hér rústirnar sem að sem sagt, fundu. Þetta við sjáum hér mælikvarðan, 40 metrar. Og sjáum seljahúsin. Þetta alls ekki lítil hús, sko. Þetta bara veruleg mannverki. Og önnur markmið voru að skoða fornvistfræði seljana með því að afla kjarna fyrir frjókornagreiningu og sem sýni voru tekin úr til að ýmissa fornvistfræðilegra greininga. Seljarústirnar voru tímasetta með hjálp öskulaga, en helstu öskulög sem sjást í jarðvegi á þessu svæði eru úr Heklugosum 1104, Heklugosi 1300 og Heklugosi 1377. Hér sjáum við selin sem voru skoðuð. Þau eru merkt með rauðum hring. Og hér sjáum við sem sagt liðið. Þetta Pablo frá Granada á Spáni. Þetta Óskar Aldred frá Cambridge og þetta Gylfi og Elín og Fornleifastofnun. Og þarna standa þau Pablo og Elín Ósk í tóftum, seljatóftum. Og þarna sjáum við aftur til Auðunarsels og Hólssels. Og hér sem sagt, þá voru tekin 7 sel í Svarfaðardal og 6 í Hörgárdal til rannsóknar. Það var búið að taka þetta hér urðarsel til rannsóknar árið áður innan vébanda tvídælu verkefnisins. Og niðurstöðurnar voru að sjáum það hér gráskriðusel, það var eitt af þeim sem byggt var fyrst á Bessarhlöðum í Öxnadal. Það er hér, gráskriðusel. Og það var svo einkennilegt að það var byggt eins og líka, held ég, Grænhólssel á bara mel. Og tilgáta fornleifafræðinganna er sú að þetta hafi verið byggt á mel til þess að græða upp land, til að fá meira beitiland. Og þetta er algjör nýjung náttúrulega í seljarannsóknunum, sko. En það stóð ekki lengi í gráskriðuselið, það var horfið fyrir 1104. 2 sel, Uppsasel og Möðruvallasel voru í rekstri frá 10. öld, frá því 940 og alveg til 18. aldar. Held ég að sé rétt hjá mér. Urðarsel ekki þarna á þessari töflu, því að það var árið áður. En Möðruvallasel hér, það er ennþá í rekstri í jarðabókinni 1712. Möðruvallasel. En önnur sel koma ekki til fyrir en á 13. öld. Hin selin, Bægisásel, Selhóll við Varmavatnshóla í Öxnadal,
urðarsel á Atlastöðum í Svarfaðardal, selið á Selhjalla við stóru Hámundarstaðir, hólssel í Svarfaðardal, sökkusel. Það er mjög athyglisvert. Sökkusel er á bæ sem það talaði hann í Sturlungu og þetta er stórbýli og snemma, og þar er kuml, þetta er landnámsbýli, en þar kemur ekki sel fyrir en eftir 1300. Og síðan eru á Unarsel, þar var ekki hægt á niðurstöðum. En sem sagt, Bægisárssel var starfrækt frá 13. öld öllum líkindum og fram á 17. og 18. öld, eða 18. öld. Og niðurstöðurnar komu mjög á óvart í ljósi lauslegrar tilgátu sem lagt var upp með. Hugmyndin var kannski sú að á flestum bæjum væru sel þegar á 10. til 11. öld byggð samhliða jörðunum eða skömmu síðar. Svo var ekki. Sumar stórjarðir sem einnig eru elstu jarðir byggðar á 9. eða 10. öld voru með sel. Bæir eins og Uppsir, Möðruvellir og Ytri Bægisá. En allar voru sóknarjarðir, staðir eða beneficium. Möðruvellir urðu síðar klaustur. Þessi fornustu selin. En öll önnur býli, bæði stór og smá, snemma byggð og ekki snemma, eignuðust sel miklu síðar á 12. til 14. öld. Og það sem meira rannsóknir á Reykjanesi í sumar, það sýna sama mynstur. Það flesta öll sel sem athuguð voru þar risu fyrst eftir 1226. Og hér eru öskulögin öðruvísi, þessu svæði. Það hentugt að hafa gjóskulag frá neðansjávargosi 1226 til tímasetningar. En uppsveiflan reyndist skammvinn. Sennilega hafa flest sel fallið úr rekstri tíma eftir 1402 þegar svartidauði á Íslandi skall á landið. Sko, sjáum hversu þessi uppsveifla í skjalagerðinni, hvað hún kemur vel heim og saman við niðurstöðu fornleifarannsóknanna. Skjalagerðin mest á þeim tíma sem að fornleifafræðin sýnir að selin eru flest. Og já, ljóst af fornbréfum sem áður á nefnd að ný uppsveifla varð í seljastarfsemi eftir 1450, einnig á Eyjafjarðarsvæðinu. Þessi uppgangur var hins vegar stöðvaður með öðrum svartidauðafaraldri eða plágufaraldri árið 1494. Og eins og ég sagði áðan, það virðist hafa verið takmarkað seljarekstur á 16. öld. En þá var það árunniöldin. Eftir langan tíma með lítilli seljastarfsemi virðist nokkur aukning hafa verið orðið í byggingu og rekstri selja á 17. öld. Jarðabók Árna og Páls eru talin upp öll sel sem að bændasamfélagið á Íslandi þekkti þá, bæði starfandi og ónotuð. Og ég ætla að skoða þessi tvö svæði aðeins. Og hér sem sagt, þær jarðir sem eru í jarðabók Árna og Páls. Sjá, hér bara svona. Já, það með fluga. Og já. Hér sem sagt fjöldi selja á 1712 á Tvítadælusvæðinu. Þá er aðeins 10 sel í notkun eða sumir ekki eins og í notkun held ég. Ég held að bara, menn viti 10 sel í samanborði við hátt í 100 eða nærði 100 á 14. öld. Það er mjög mikil hnignun. Það hefur ekki náðst á skrið selja búskapurinn
verðlegt skrif. En síðan erum við með niðurstöður aftur úr Dalasýslu. Það er svona mjög svipað, Dalasýsla er svipað að stærð eins og þessi 2 dalir saman. Það eru 176, þið sjáu það eru 184 lögbýli eða jarðir í Sárvadal og Hörgárdal og 176 lögbýli eða jarðir í Dalasýslu. Við sjáum bílinn hér, þetta eru 30-100 jarðir á stærri og hér eru 2900 jarðir á minni, það er þessi grænu. Þar er fjöldi þekktra selja 1703, alveg 91 sel sem menn þekkja. En þar að vera bara 23 í rekstri. En það er vist mjög mikil seljabyggð hér á heiðinni og en síðan erum við með sem sagt aðra jarðabók frá 1731 og þá þekkja menn bara 44 sel. Þekkingin hefur týnst niður mjög mikið. Þetta er eftir Stórubólu og bara 4 sel í rekstri. Þannig að breytingin hefur orðið gríðarlega með Stórubólu og mannfallinu þar. Og ef við spáum nú aðeins í þetta, sem sagt, ef við reynum að taka saman svona það helsta þetta, þá sem sagt, örfá sel, þekkt frá því fyrir 1100, selið í Pálstóftum, held ég að veiti, sem að Gavin Lucas gróf upp. Það var frá 10. eða 11. öld og það var notað með alls kyns hætti. En annars eru bara örfá sel sem eru tímasett fyrir 1200 rauninni. En síðan eykst seljabúskapurinn mjög mikið upp úr 1200 og það mikið að lokum voru flestar jarðir á vissum svæðum með eigin sel. Og hvernig gæti við hafa stafað að því að allt í einu er farið að byggja sel, allt í einu kemur svona búm, þetta er svona eins og þegar loðdýrabúskapurinn fór að stað á sínum tíma, allt í einu kemur sel á hvern bæ, nánast. Og við getum spáðið það, ég meina, var einhver fólksfjölgun í gangi eða var uppsveiflað í smjörframleiðslu, það var mikil aukning í sjávarútvegi á þessum tíma. Þurfti kannski meira smjör til að borða með harðfiskinum sem að var hversdagsmatur eða hafði fólksfjölgunin leitt til þess að meiri starfskraftur var í boði fyrir seljabúskap og sumrum. Maður sér í skjölum seljabúskap á síðari öldum að þá alltaf verið að kvarta. Við getum ekki haft í seli vegna þess að það vantar fólk. Við hefum ekkert fólk til að sinna þessu. Og þá var ekkert meira með það, en það getur vel verið að það verið orðin fleira fólk og betri starfskraft, fleira fólki. Og síðan sjáum við hvernig verður mjög snöggt hrun í seljabúskap eftir svartadauðann íslenska árunum 1402 til 1404. Og síðan lifnaði þetta aðeins við á síðari hluta 15. aldar, en aftur þá bara kemur hrun. Og 1702 til 14 eru bara 10-20% seljum 14. aldar til og þetta lága stig lækkaði síðan ennþá miklu meira eftir bólusótt 1707. En virðist síðan hafa náð sér svolítið á strik eftir því sem Hitzler segir seinna á 18. öld og á 19. öld. En mér langar líka aðeins að koma inn á ég veit ekki hvernig við tímann, hvað er? 7 mínútur. Þá
Það bara aðeins að nefna samhengið. Hér Uppsasel, þetta svona svolítið svipað eins og hjá í Dýrafirðinum. Það er dalur hérna og sér niður á Dalvík og hér selið í þessum rauða hring og þetta var starfrækt 1712. En ef við skoðum aðeins það sem að Tvítæla svona sýnist helst að koma út úr byggðasögu rannsóknum í Tvítælu, það er svo virðist sem að sko þessi hægt að tala kannski 3 stig byggðaþróunar. Fyrst eru landnámsbýlin sem byggjast á 10. öld. Það er kannski 30 býli hérna í Svarfaðardal. Það eru býlin sem síðar teljast 30 hundraða af stærð og stærri. Og það eru öll með kirkjur. Öll þessi býli sem í byggð þegar kristni kemur, þau fá kirkjur. Þannig að það eru 30 kirkjur þarna á 11. öld. Og síðan bætast við, maður sér þetta grænu, þetta lögbýlin. Þetta lögbýlin líka, eða jarðir eins og fyrstu býlin. Þau bætast við í annarri bylgju, sem sagt, þau eru greinilega öðruvísi. Það eru minna land, þau eru á kostaminni jarðir, minna land og eru oft metin 10 til 20 hundraða. Og þau eru líklega, allar þessar jarðir, þessar gulu og þessar grænu, þær eru komnar í byggð 1100 og við erum með ritheimildur þær allar. Og þær eru taldar upp í máldögunum 1318 og það eru 68 jarðir í Svarfaðardal af þessu tagi sem eru komnar í byggð 1100. Og svo erum við með allt hitt. Og það eru jafn margar jarðir, jafn margir bæir sem að hvergi getum við með ritheimildum, en við sjáum liggjandi í mörgum tilfellum, þá eru rústirnar ennþá eftir og við getum farið í rústirnar og skoðað hvenær þessar jarðir byggðust upp. Og þær eru að byggjast upp eftir 1100. Og það bætist við annar eins fjöldi og þetta er algjör nýjung. Þetta kemur alveg gríðarlega mikið óvart. Allt í einu hefur jörðum í Svarfaðardal fjölgað helming miðað við það sem við höfum vitað áður. Okkur grunaði þetta einhverju marki, en þetta sko á sama tíma og seljabúskapurinn að aukast, þá eru þessi hjábýli, við kallum það hjábýli, síðar þetta kallað hjáleigur, og þá koma þessar fjölmörgu nýju jarðir til Skjalanna. Þær byggjast inn á milli lögbýlanna á landi sem er svona ekki eins gott eins og að landið. Og hvernig skildi þetta tengjast seljabúskapnum? Til dæmis, ef allar þessar jarðir höfðu aðgang að seljum, nema hérna í Skíðadal, höfðu þá hjábýlin, kotbændurnir, höfðu þeir aðgang að seljunum? Jú, það gæti alveg að verið, vegna þess að við vitum í Dalasýslu, þar sem við erum með góðar heimildir, þar eru hjáleigur og þær hafa allar aðgang að seljunum líka. Þannig að það má vel vera sko að aukinn búskapur í dalnum hafi skilað sér í fjölgun seljana. Þannig að menn hafi skort landi niður í dalnum og viljað sko nýta betur landið uppi, gróðurlendi hérna uppi í fjöllunum sko, með seljunum sko. Og þannig að niðurstöðurnar úr Trans-Ice sem eru komnar, sem við erum ennþá að melta þetta, þær eru bæði óvæntar og mjög merkilegar.
og við hlökkum mikið til að klára þetta og kynna þessar niðurstöður frekar. En vill fólk svona eitthvað, ég held að við höfum tíma fyrir einhverjar spurningar ef einhver vill spyrja einhvers. Spurningar? Já, kannski þetta er eitthvað hér, ekki? Tala í bóksinn. Halló, heyrist í mér? Já, ég ætlaði nú bara, ég heiti Vésteinn. Ég hjó nú bara, mér langaði nú bara til þess að ég hjó eftir þessari hliðstæðu sem að þú sagðir að fólk hefði kvartað undan því að það fengist ekki mannskapur til þess að vera í Seljónum. Og þessir öldudalir í Seljabúskapnum sem að koma eftir pláguna í byrjun 15. aldar og pláguna í lok 15. aldar. Það náttúrulega fer hvort ekki saman við öldudal í fólksfjötunum. Og svo á 19. öld þá kemur einnig öldudalur í sveitum, í fólksfjöta í sveitum sem ennþá stendur þegar fólk flytur í þéttbýli og fer saman við að fólk hættir að hafa í seli sem að passar bara mjög vel saman. Þetta er ekki spurning, mér langaði bara til að Það er 8%. Mér langaði bara til að segja þetta. Fín 8%, já. Takk Vésteinn. Ég held þá að tíminn sé bara akkurat búinn. Tíminn er búinn. Þannig að við verðum að þakka Árni Daníel kærlega fyrir og fá að taka mikrofoninn. Það er mér heiður að flytja kveðju Landbúnaðarsafns Íslands til Bjarna Guðmundssonar. Landbúnaðarsafn Íslands og íslenski bændur standa í þakkarskuld við Bjarna á svo margan hátt. Ég leyfi mér að hverfa 50 ár aftur í tíman eða svo og staldra við árin þegar að hópur ungra velmenntaðra búvísindamanna ákveða að setjast að á Hvanneyri með fjölskyldur sínar, reisa sér hús, ala upp börnin sín og fóstra 100 ungra bændaefna og koma þeim til manns. Bjarni og Dísa, Magnús, B. og Steinunn, Grétar og Hafdís, Árni Snæbjörnsson og Sigríður, Ríkharð og Lella og svo mætti lengi telja. Svo ég leyfi mér að nefna þess hluta þeirra sem að fylltu staðina lífi og kynslóðaskipti urðu við hina grónu menntastofnun Bændaskólann á Hvanneyri og rannsóknarstofnun Landbúnaðarins bútæknideild á Hvanneyri. Framlag Bjarna var þar stórt og umfangsmikið. Hann var lykilmaður í bútækni og heyverkun og ekkert er mikilvægara bændum en góð heyverkun og enginn þáttur búskaparins er jafn mikilvægur og heyskapur. Heyverkun og bútækni henni tengd var megin viðfangsefni hans allt frá nýjungum í sláttutækni, súþurrkun eða votheysgerð og við getum sagt að á starfstíma Bjarna höfum við þróast frá því að vera með heysátur yfir til nútímalegra sjálfvirkra búvéla. Samhliða rannsóknum og kennslu sem að var umfangsmikill hluti af hans starfi og eiga flesti starfandi bændur á Íslandi Bjarna að þakka að kunna skil og grundvallaratriðum heyverkunar. Ekki kannski allir vegna kennslu, heldur ekki síður vegna rannsóknarstarfa hans, vegna fræðigreina og kennslubóka. Ég misti því miður af kennslu Bjarna við bændaskólann á mínum bændaskóla árum, af því á þeim tíma sinnti hann starfi aðstoðarmanns landbúnaðarráðherra Jóns Helgasonar. Eins merkasta landbúnaðarráðherra vil ég meina sem við höfum haft. Styrkleiki Jóns var ekki sístur að hann hafi öflugan aðstoðarmann, sem ekki aðeins þekkti fræðin, heldur og var gjörkunnugur aðstæðum bænda og hugafæri þeirra. Ráðherratímabil Jóns og Bjarna var tímabil breytinga og átaka. Þeir lögðu öðrum fremur grunn að því að atvinnulíf sveitanna tók breytingum að fleira en kjöt og mjólk var viðfangsefni bændana. Leið og eftir starfstíma hans við stjórnarráðið var hann fremstur í flokki manna að huga að safnakosti Búvélasafnsins sem á sögu allt til 1940. Og þeir safngripi sem gert var til góða fyrir aldarafmæli Bændaskólans á Hvanneyri 1989 lögðu seinna grunn að
frumsýningu Búðélagsafnsins í gamla búthúsinu. Gamla Búðélagsafnið hafði haldið til haga mörgum merkum safnmunum og þeir prýða í dag margir grunnsýningu Landbúnaðarsafns Íslands. Þar hófst samvinna okkar Bjarna á vettvangi safnamála og varð enn nánari þegar að Landbúnaðarsafn Íslands var stofnað á grunni gamla Búðélagsafnsins. Þá ég í hlutverki formanns Bændasamtaka Íslands sem voru einn af stofnaðilum Landbúnaðarsafnsins. Framsýni Bjarna og áræðin að koma til leiðar að gera Halldórsfjós að helsta safngrip Landbúnaðarsafnsins er eitt mesta gæfuspor fyrir gamla staðinn á Hvanneyri sem á vart sinn líka á Íslandi. Þegar að starfsskyldur Bjarna við Landbúnaðarháskóla Íslands minnkuðu og Landbúnaðarsafnið varð hans vettvangur, var hann sem kálfur að vori. Atorka hans við hvers konar fræðastörf á sviði sögu bútækni er einstök, ritun og útgáfa bóka Ferguson, farmalinn, mjólkurskólann og svo mætti lengi telja, eru höfuðrit í sögu tæknibyltinga landbúnaðarins á Íslandi. En eitt vil ég nefna sérstaklega, að ekki síst fyrir störf og eldmóð Bjarna, laðaði hann fram áræði fjöldamanna til að láta munavörslu til sín taka. Ég er ekki í vafa útgáfa bóka hans, hefur áorkað því að áhugi margra manna að láta til sín taka hefur bjargað mörgum merkilegum gripum frá glötum. Segja má að Bjarna hafi tekist það sem safnastarfi er hvað mikilvægast, að vekja áhuga, að við látum sjálf til okkar taka og varðveitum söguna með því að standa sjálfa varðveislumuna sem geyma sögu. Ekki kannski sögu landsins, heldur ekki síst sögu formaðir okkar og forfeðra, sögu búskapar jarða okkar og sveita. Bjarna hér færðar þakkir stjórnar Landbúnaðarsafns Íslands fyrir hans mikla og óeigingjarna starf. Okkur er heiður af þessari ráðstefnu að endurgjalda hans hugsjóna og frumherjastarf, en fyrst og síðast að þakka fyrir hvað hann hefur verið okkur mörgum og segja að lokum til hamingju með stórafmælið. Takk Bjarni. Kæru gestir, þegar ég var beðinn að koma hérna og segja nokkur orð, þá ákvað ég strax að kíkja á Veraldarvefinn og sjá hvað var að gerast árið 1943. Að sjálfsögðu fæddist á Bjarni og margir aðrir mætir menn eru fæddir þetta ár einnig. En þetta ár á heimsvísu er náttúrulega undirlagt í seinni heimsstyrjöldinni, eins og allir þekkja. Og þar er kannski svona mergurinn og málsins í framþróun í landbúnaði á heimsvísu, ekki bara á Íslandi. Og þetta nú oft verið rætt á fundum og með Bjarna, hversu miklu máli þetta skipti að þegar fólkið fór úr sveitunum, að þá þurfti að koma eitthvað annað í staðinn til þess að hjálpa bændunum við bústörfin. Þið tóku reyndar eftir því að þetta litla og stutta erindi sem ég ætla að fara með hér, að titillinn Svo kom Ferguson félagið, að þetta er örlítið stolið. Þetta hefur komið fram áður í bókinni hans Bjarna. Ég ætla að vona að fyrirgefa mér það að nota þetta svona beint. En það er margt breyst frá því fyrir 80 árum síðan og ég skoðaði meðal annars svona hver voru lífslíkurnar á reyndar í Bandaríkjunum vegna þess að ég fann ekki tölur í Ísland. En þá mátti ég að vona því að maður geti orðið svona kannski rétt rúmlega 60. Þannig að það hefur margt jákvætt gerst síðan þá. En árið 1943 þá sem við segjum að faðir dráttarvélarinnar, hann Harry Ferguson, að hann velti því upp þá hvers vegna allt var orðið vélvætt, eða svona fyrir utan landbúnaðinn. Vélvæðingin byrjaði annars staðar að krafti, að koma fólki milli staða. Jafnvel var komið flugvélar, var að flytja fólk, en svona almennileg vélvæðing var ekki orðin almenn
fyrir bænduna, sem alltaf skipti mestu máli vegna þess að það þurfti mat til þess að brauðfæða fólkið. En aðeins kannski pínlítið að Ferguson félaginu. Það ábyggilega einhver hérna inni sem velta fyrir sér hvað þetta Ferguson félag? Í upphafi var félagið stofnað og var auglýst til þess árið 2007 af Ragnari Jónasinni. Hann áttaði sig á því að það hlytu að vera fleiri furðufuglar eins og hann að hafa áhuga á dráttarvélum. Og hann setti auglýsingu í Bændablaðið haustið 2007 og boðaði til stofnfundar í desember það sama ár. Það var töluverð mæting og það var mikill áhugi og félagið var stofnað. Fyrstu sinn var þetta félag fyrir áhugamenn Ferguson. En það kom fljótt í ljós að það voru fleiri vélar þarna úti og fleiri áhugamenn alls konar tæki og það leið ekki langur tími þar til að lögunum í félaginu var breytt og þetta félag er félag allra áhugamanna hvers kyns landbúnaðartæki. Þannig að það var allt heima innan þess vébanda. Í mínum huga er alveg ljóst að Ferguson félagið væri ekki þar sem það er í dag ef ekki væri fyrir 3 menn að öllum öðrum ólöstuðum. Það að sjálfsögðu Ragnar Jónasson sem stofnaði og var stofnandi félagsins og síðan verður að telja til Sigurð Skarphéðinsson heitinn sem var öllum hnútum kunnugur, var fyrrum starfsmaður Dráttarvéla hf. Og var síðan með MF-þjónustuna og allur hans starfsferill var í kringum Ferguson og Dráttarvélar. Og af þessu 3 vil ég telja Bjarna Guðmundsson einnig og fer aðeins út í það. Það hitti ansi vel á að stofnun félagsins var 2007, bækurnar fóru að koma út þar í kjölfarið og Ferguson félagið ákvað það í sameiningu við Bjarna að fara í kynningarferð landið. Ég segi nú gjarnan að við höfum verið snjallari aðilinn en ég hef heyrt Bjarna segja að hann hafi haft meira út úr þessu heldur en við. Það er bara þannig að hvar sem við fórum þá fengum við gríðarlega góða mikla mætingu og það er alveg ljóst að það var vegna Bjarna sem menn voru að koma á þessa fundi. Við fengum hins vegar gott tækifæri til þess að kynna félagið og hvað við varum að gera og hvert við varum að fara. En það er alveg ljóst að frásagnarhæfni Bjarna og það efni sem hann var að kynna hitti vel í mark og við fórum nánast allt land, fórum hringinn og svo náttúrulega í Reykjavík líka og ávallt var afskaplega vel mætt og ég man eftir að Bjarni sagði ég veit ekki hvort að menn renna nokkuð að hlusta á mig svona aftur og aftur en þetta voru alltaf sér konar staðnum sko, þannig að við lentum aldrei í því sko. Og það er sama að við höfum fengið Bjarna til þess að koma í bæinn og halda nokkra athyglisverða fyrirlestrar þar í kringum útgáfu hverrar bókar og sögur af vestan. Og þetta eru þeir fundir sem eru alltaf fjölsóttastir hjá okkur. Og ég vona það að þessi fundir hafi einnig fært Bjarna ánægju og mögulega sögur og efni í hans ritmál. Ég fór svona að hugsa út í það hvernig þetta væri ef að tíðarendin hvað ég segja mér fannst svolítið svona að Bjarni vera svona pínlítið stjarna og auðvitað í dag þessar samfélagsstjörnur
að það væri næstu hægt að segja það sko að Bjarni væri samfélagsstjarna á þennan máta. Þegar við vorum að stofna þetta félag þá náttúrulega var Landbúnaðarsafnið að sjálfsögðu svona sá staður sem við höfðum áhuga á og það er alveg ljóst að það var alltaf talað Bjarna og safnið sem sem eiginlega einn aðila og það segir okkur bara hversu djúpt Bjarni var sokkinn í þessi safnamál. Og ég held að hafi reynda verið rétt fyrir stofnun Fergusson-félagsins að þá voru haldin hérna traktoranámskeið á Hvanneyri sem að Téður Siggi Skarp var fenginn til að stýra og þar var verið að kenna mönnum að ganga dráttarvélar og gera kannski við smá hluti og fá ráð og annað slíkt. Þannig að við höfum alla tíð frá þeim tíma verið mikið tengdir safninu. Það sem eftirminnilegast fyrir mig á þessum tíma frá því að ég kynntist Bjarna sem var þá raunverulega þegar Fergusson-félagið stofnað var ferð sem að félagið fór í til Englands. Við héldum jafnvel að það myndi enginn mæta en við fylgdum þessa ferð mjög fljótt og okkur til ánægju þá var Bjarni einn af ferðafélögunum og hann Árni, ég man ekki hvað sonur sem var nú farastjóri, hann situr hérna í salnum. Við fórum sem sagt til Mekka Ferguson, þar á fjölskyldan búgarð á eyju sem heitir Isle of Wight sem fyrir sunnan Stóra-Bretland. Þar fengum við að skoða safn sem ekki alla jafna opið og einn merkasti safngripurinn á safninu var safnstjórinn. Hann hafði störf hjá Ferguson árið 1953 og var enn árið 2018 þegar við vorum þarna og hann kunni allar sögurnar, líka það sem hann mátti ekki segja. En þessi ferð var mjög ánægjuleg og alla götur síðan þá höfum við talað að fara í aðra ferð. Þetta trúðu mér, þetta gríðarlega góður félagsskapur. Reyndar segir kona mín þeir eru ekki heim og einhver að spyrja eftir mér. Já, heyrðu, hann út að leika sér þetta með áttræðivinu sinn. En það er alltaf góður vegna þess að þetta allt saman góðir vinir. En þetta mörg ár síðan og ég hef náttúrulega elst líka síðan þá. Ferguson-félagið hefur líka staðið að uppgerð á hlutum sem hafa verið færð í safninu og enn og aftur verðum við að minnast Sigurðar Skarphéðinssonar sem var nú primus motor í þeim verkum þó að þau hafa verið gerð í nafni félagsins. Það er alveg ljóst að í mínum huga að það hefur verið gert samband milli Sigga og Bjarna og ég veit að þeir áttu oft samtölum þessi mál. En í það minnsta voru með Hamco-herfið og afturendi á Ferguson sem hægt að snúa sveif og sjá hvernig lyftisystemi virkar, það er á safninu. Síðan var farið í átak að athuga hvort að félagar í Ferguson-félaginu gætu tekið að þessi verkefni að gera upp hluti sem tilheyra safninu vegna þess að hér er gríðarlegt magn af hlutum sem eru ekki búið að taka í gegn. Og ég veit að það hefur skilað einhverjum árangri, mætti svo sem vera betri en við höfum nógan tíma, vonandi. En Ferguson-félagið hefur líka notað þá fjármuni sem að það hefur eignast til þess að styrkja fjölmörg söfn í kringum landið og þar á meðal Landbúnaðarsafn Íslands á Hvanneyri. Og það er þannig að Ferguson-félagið er raunverulega sama safn af safnurum og jafnvel safngripum. Og það er stór spurning til náinna framtíðar hvort það mætti ekki reyna að gera meiri því að sameina þessa krafta sem að
leynast í Fergusonfélaginu. Það er að mínu viti alveg óheimur kraftur í þessu félagi og mikill vilji til verka og eins og það við séð þá eru dráttarvélar hérna fyrir utan. Það eru félagar okkar sem að komu þeim fyrir og munu ganga frá þeim hér á eftir. Við komum þeir félagar Albert og Steindi eru nú mönnum fúsar að koma hér og sjá til þess að safngripirnir séu í góðu lagi. En það væri svona, ef ég myndi ráða og ætti peningana, að þá myndi rísa hérna svona 1-2.000 fermetra hús og þó safnið í dag sé sko virkilega vel uppsett og vel frágengið og skemmtilegt að skoða, þá til alveg óhefð mikið af tækjum sem hafa ekki verið sýnd, bæði hér á Hvanneyri og það eru einstaklingar sem eiga mikið af tækjum sem þeir eru tilbúnir að lána. Þannig að nú bara spurning hver er tilbúin að taka upp veskið og byggja þetta hús hérna á Hvanneyri. En ég held að við séum tilbúinir að fylla það á svona einni helgi eða svo. Þannig að það er allt hægt að gera ef að viljinn er fyrir hendi. Mér á skaffaði stuttutími, mér á sagt að vera skemmtilegur. Ég veit ekki hvort að það hafi nú tekist, en ég heyrði nú í einhverjum allavega. En að lokum að þá vil ég biðja Bjarna að koma hérna aðeins upp til mín. Það var ákvörðun Ferguson félagsins, þetta tilefni, að gera Bjarna Guðmundsson að heiðursfélaga í Ferguson félaginu. Af því tilefni þá fær Bjarni svona skjöld og ég ætla að vona hann sé með pláss á veggnum heima til þess að hengja þetta upp. Og það lítur að finnast. En þetta var ekki lengra. Takk kærlega fyrir mig. Alltaf leiðilegt að taka medaljur af fólki en það er stundum svo leiðis. Kæra þakkir Þór og takk til allra í Ferguson félaginu fyrir þá dyggu aðstoð alltaf og líka í dag. Yndislegt að koma og sjá þessa vélar hérna fyrir framann. Gerir þetta svo hátíðlegt allt saman. Og til hamingju með að vera orðinn heiðursfélagi í þessu merka félagi Bjarni. Næst er það Lilja Árnadóttir sem ætlar að fjalla safnmanninn Bjarna á Hvanneyri. Gjörðu svo vel Lilja. Orðina. Já, ég fór í réttu peysuna, sko. Já, hvernig á ég svo að gera þetta? Þetta er alltaf mín akkilesar hæll, sko. Niður er næsta Klara. Ok. En að prófa það samt fyrir mig. Heiðraða samkoma, virðulega afmælisbarn til hamingju með áfangan á langri leið, góður ráðstefnu gestir. Ég þakka nú fyrir það að fá að vera hérna í hlutverki svokallað fagmannsk í safnmennsku og segja frá safnmanninum Bjarna á Hvanneyri út frá mínum bæjardyrum. Nú á ekki að beina þetta á, jú. Sem er hér handan við vatnið eins og Bjarni kendi mér að segja. Hann spyr stundum, ertu fyrir handan? En mínar bæjardyr eru fyrir handan á Beigalda þar sem ég ólst upp. Þetta er mín sýn á Hvanneyri. Eftir því sem ég man best þá var Bjarni þar í miklum metum, ekki síst fyrir það að vera bróðursonar hennar Sigrúnar á Ölfaldsstöðum. Hún var hollur og góður nágranni okkar á Beigalda, hafði komið langt að í Borgarhreppinn og í barnsminni þegar hún sagði frá sínum högum vestur á fjörðum sem voru manni fjarlægi líkt og annarri plánetu væru.
Bjarna hefur tekist snilldarlega á undangengnum missurum að segja frá sínum bernskustöðum í víðlesnum Facebookarfærslum sem hann skreytir með skemmtilegum skýringamyndum. Upprifjanir og bústörf, landshætti, fastar fornleifar og rústir sem hann glæðir lífið með frásögnum af fólki og færir hann okkur ókunnandi liðna tíð á hugljúfan hátt. Sjálf hef ég verið safnmaður allan starfsaldurinn hjá Þjóðminjasafni Íslands og mann tímana tvenna á þeim vettvangi. Á fyrstu árum í safninu var manni kunnugt að Hvanneyri verið samsafn gamalla landbúnaðaráhalda. Þór Magnússon þjóðminjavörður nefndi oft í daglegu amstri sínu að Hvanneyri verið safn verkfæra og við skólan væri Bjarni sem gæti fætt okkur landbúnaðarverkfæra og bústörf og sömuleiðis hvar og hvort sambarilegt væri einhvers staðar að finna. Það var trú á því að safninu á Hvanneyri yxi í framtíðinni fiskur hrygg. Til þess væri góðar horfur, ekki síst fyrir það að skólinn ætti hauk í horni, að Bjarni væri haukur horni bæði skólans og safnsins. Svo vel kunnandi landbúnað og áhöld sem notuð voru og allan þann atvinnuveginn. Nei, ég fer alltaf í öfu átt. Mér fannst einhvern veginn ég þurfa til þess að skilja samhengið að setja þessa ártöl hérna upp, til þess að gera okkur grein fyrir hlut Bjarna og Hvanneyri í varðveislu og þekkingar landbúnaðarminja að átta sig á þessa tíma ástum í þessu. Það hefur komið fram hér að safningin má rekja allt til tímabilsins kringum 1940. Þá höfðu orðið miklar breytingar í landsháttum og enn frekari þróun fyrirsjáanleg sem kallaði á að til haga yrði haldið ýmsu sem heyrði fortíðinni til. Aðdragandi og þróun söfnunar landbúnaðarminja rekur Bjarni í prýðilegri grein í Borgfirðingabók árið 2011. Óþarf er að fjölyrða þau hér en greinin gefur yfirsýn í það hversu laginn safnmaður Bjarni er. Hann lætur mólana ekki falla milli stafs og hurðar. Hann heldur til haga fróðleik sem okkur hinum bæði gagnlegur svo getum hugsanlega skilið samhengi og þróun hlutana. Munirnir höfðu safnast til bændaskólasöngur til laga þeirra sem hér voru nefnd og spurning hvort eitthvert lítið ef eitthvert fé fylgdi með því en með ýmsum ákvörðunum, frekar með ýmsum ákvörðunum stjórnvalda. Guðmundi Jónssyni skólastjóra tókst að komast yfir fjöldagripa sem með tímanum hafa sannað gildi sitt og eru meðal kjörgripa landbúnaðarsafns Íslands í dag. Saman safnaðist meira af munum og þegar leið á 9. áratuginn var sett upp sýning sem með þeim helstu og stóð hún góða hríð. Svona gerist og gengur oft á tíðum þó í hita augnabliksins sjáist ekki alveg fyrir hvort munir og minjar hafi menningarsögulegt gildi. Kjarninn í hverju safni er safneignin sjálf og sú þekking sem henni fylgir. Viðfangsefni okkar sem við söfnin unnum eða erum viðhengt er svo spila úr safneigninni með tímanum og sýna fram á að gildi gripana bæði rannsóknar og fræðsluskyni. Bjarna tókst með vökulum augum þekkingu og áhuga að vinna lengi að því að Hvanneyraskóli hvaða nafni sem hann hét á hverjum tíma hélt verndarvæng yfir góssinu sem safnast hafði. Í viðtali í Morgunblaðinu og afmælisdegi hans á dögunum stendur. Þá stóð hann fyrir uppbyggingu búvélasafnsins á Hvanneyri hófst 1976. Þannig að lígu nú makkinn. Síðar Landbúnaðarsafns Íslands og árlegum sýningum þess með góðri hjálp margra einkum á árunum eftir 1995. Og á sama tíð segist Bjarna sjálfum svo frá. Ég hef alltaf verið gömul sál og haft áhuga á eldri búháttum og hafði gaman af því að hirða gamla hluti. Þar sannast mín tilgáta að Bjarni hafi hugað áhöldunum í hjáverkum eins og sagt er. Vissi hvað var til og gat frætt þá sem þurftu að afla sér upplýsingar og þekkingar liðna tíð. Og hann átti ríkan þátt í því að það tókst að þess að opna sýningunni Skemminu 1987 og svo gerði sitt gagn meðan varði.
Á síðustu áratugum seinustu aldar urðu breytingar í starfsumhverfi safna og ríkari kröfur voru gerðar til þeirra. Það var kallað eftir skilvirkni í starfi, bættum aðbúnaði, auknu öryggi og frekari samþættingu söfnunar og safnstarfa. Á þessu tímabili tóku gildi ný lög söfn og minjavörslu, sett voru sérstök safnalög tóku til starfsemi allra safna og orðið ábyrgðarsafn leit dagsins ljós, en tíminn hefur leitt í ljós að það auðveldara að tala en í að komast. Safnalögin gerðu ráð fyrir því að eigendur og starfsfólk skilgreindu starfsemi sína, legðu fram stefnur varðandi söfnun og rekstur. Jafnvel þótt safnfólki finnist hvorki ganga né reka, þá vænkaðist með lögunum hagur safna á margan hátt, þótt enn megi gera betur. Og í kjölfar þessar lagasetninga þá fann Bjarni með sínum alkunnu snilli í skriffinsku og orðarhlutina þá koma því til leiðar að safni hér fékk viðurkenningu safnaráð sem ákveðið öryggi í rekstrinum. Það reyndist svo farsæl tilhögun og málefni til hagsbóta að samkomulag varð að hann seinustu ár kennsluferilsins sinnti safninu meðfram kennslunni í helmingaskiptum. Hefði svigrúm til þess að sinna safnstörfum og uppbyggingu safnsins með kennslunni. Hvernig sú skipting var veit enginn, en ljóst að líklega hefur stimpilklukkan ekki alltaf verið rétt stillt og vinnuframlag Bjarna fyrir safnið haft vinninginn, ef væri talið. Gríðarstór áfangi og árangur af sleitulausu starfi Bjarna við að afla nýrri sýningu fanga, fjár og meðbyrs fyrir landbúnaðarsafni náðist vorið 2014 þegar vígð var sú sýning í Halldórsfjósi sem sómi sér þar með prýði. Og hérna bera þeir félagar Bjarni og Jóhannes plóg þannig inn í húsið og við sjáum yfir til Beigalda þarna. Í því átaki öllu kom sér vel samþætting við Landbúnaðarháskólann, miklar úrbætur voru nauðsynlegar á húsi Halldórs Vilhjálmssonar skólastjóra og Guðjón Samúelssonar húsameistara þar sem áður var myndalegt fjós. Ríkiseignir áður framkvæmdasýsla ríkisins annaðist framkvæmdir, en heppilegt var að fyrirtæki á staðnum vann verkið og auk þess sem arkitekt endurbótanna var heimafengin Baggi Sigríður Sigþórsdóttir, sem hafði skilning og smekk sem féll í kram allara. Í öndvegi var Bjarni allan tímann sannfærður að með því að nýta þessa reisulegu byggingu yrði það góð varða í framtíðarvarðveislu Hvanneyrar-torfunnar. En ári eftir að safnið var opnað var bæjartorfan einmitt friðuð samkvæmt lögum. Með bættu og breyttu lagaumhverfi sem fyrr var nefnt þá festust í formi vinnulag samráð jókst. Það kom okkur í Þjóðminjasafninu til góða að geta með betri samvisku en ella leitað til sérfræðinga utan safnsins ýmis atriði. Á seinustu áratugum 20. aldar var safnað mjög miklu af hvers konar tækniminjum til Þjóðminjasafnsins. Ýmsu eða mörgu var bjargað frá eyðileggingu, en Þjóðsafnið í Reykjavík hafði ekki þá aðstöðu til þess að gera þeim munum skil og þá var gott að geta leitað til í smiðju Hvanneyrarmanna þeirra Bjarna og Jóhannesar sem nokkrum sinnum komu í skemmuna í Kópavogi sem fyrir lá að yrði að tæma. Þá gilti það að fá álit á mikilvægi vélar og verkfæra, finna út hvort og hvar sambærilegt verið til í söfnum eða annar staðar. Niðurstaðan af þessum rannsóknarleiðangrum og klifri í Vesturfaraskemmu gat orðið á ýmsa lund. Ég vildi nú ekki sýna ykkur myndir af okkur klifra í rekkunum. Væri landbúnaðarminjar að ræða var ævinlega leitað til Landbúnaðarsafnsins á Hvanneyri. Mikilvægi þeirra stofnunar birtist í nafni hennar. Var það álit manna þar að tiltekið tæki yrði að varðveita, þá var eftir því farið. Fyrst var að athuga hvort hægt væri að afhenda með samningi gripina Hvanneyri og væri hans ekki vant þar, var leitað til annarra að safna og leitað eftir hver vantaði slíkt í sína safning og gæti tekið við honum og séð honum farborða.
Fyrir kom að það var niðurstaða ekki verið ástæða að nýta opinbert fé til þess að geyma vélarhluta og því væri forsvaranlegt að farga þeim og fyrir þetta þakka ég hérna sérstaklega að hjálpa til við að taka þessar ákvarðanir. Síðast en ekki síst þá var brugðið á það ráð að væri ekkert safn eða stofnun sem gæti nýtt gripinn, þá var leitað eftir áhugasömu og flinku fólki, oftast mönnum, sem gæti fast sér þá í nyt. Og þá vorum við nú komin hérna Ferguson félaginu sem ég einhvern tímann drakk kaffi hjá þeim köllum. Til að finna sveitir áhugamanna var alltaf hægt að leita til Bjarna ráð. Hann þekkir alla og allir þekkja hann. Það er íslenska leiðin til að olnboga sig fram í stóru og smáu. Ekki vissi ég hvaða gildi þessi hjól hefðu það sem þau lágu á brettinu. En þetta kom Bjarni og fekk svo sent til sína. Hvanneyri þetta mun vera hlutar af elstu sláttavílinni, er það ekki rétt? Já, hann jánkar. Þeir áttu hvergi betur heima en í Landbúnaðarsafni Íslands. Og svo var það kentárinn frá hérna Laugalandi í Eyjafirði sem sést hér í neðra horni hérna. Hann stendur hér út á hlaðinu núna og lítur nokkuð öðruvís út. Þar er sem sagt, þar var séra Bjarnmar Kristjánsson sem gaf hann Þjóðminjasafninu árið 1990. Þá var það mat manna að það veri eðlilegt að varðveita þennan grip og svo bara beið hann síns tíma. Þá kom sonur Kristjáns til skjalana. Er hann farin út að keyra traktorinn? Já, hann er þarna, já. Kristján Bjartmarsson kom og við gerðum við þann samning. Ég held að það hefði verið kallað þríhliða samningur ef það væri núna í pólitíkinni. Hann var þess efnis að Kristján tók að sér að taka vélinni í gegn. Bjarni fyrir hönd Landbúnaðarsafnsins að fá honum stað og allt gekk þetta eftir að þetta er dæmi alveg fyrirtaks-safnvinnu þar sem að flinkur maður, áhugasamur, hefur nógan tíma, vit og smekk fyrir að gera upp svona vél. Það var eitthvað vanreikna tíminn sem þurfti að fara í þetta, það voru held í 5 ár. Men svoleiðis er það bara. Og það endi með því eins og Vestfirðingar segja að hann var komin hérna upp eftir í Slittu í nóvember 2021 held ég. Og það var svona smá fjúk þegar við keyrðum hann hérna á hlaðinu. En maður gleðist alltaf að sjá kentárinn og þannig nú forsetinn sjálfur að skoða hann. Og þetta er svona dæmi svona fína miðlun þar sem Ferguson félagið hefur komið sér fyrir og þar er Kristján nú innanborðs og sjálfsagt hefur hann komið með jeppakerruna sína og sótt kentárinn til að fara með hann á sýninguna. En hvert er svo hlutverk safna? Samkvæmt safnalögunum er það að safna, rannsaka og miðla þekkingu. Alla þessa þætti hefur Bjarni ræktað á stakri prýði og sé flett upp í þeim stórkostlega vef sem leitir.is er, þá þarf ansi mörg klikk til þess að kanna allt það efni í rituðu máli sem eftir að liggur nú þegar og ég trúi og vona að enn eigi eftir að bætast í þann sjóð. Bókaútgáfa Bjarna lagði safninu umtalsvert fjármagn til framan af. Hann gaf þeim fyrirmæli að ágóða bókasöluna skyldu renna til safnsins og það munaði eins og allt annað sem til fjall. Meðan Þjóðminjasafn Íslands átti fulltrúi í stjórn safnsins átti ég þar sæti og Ágúst Georgsson var varamaður. Það voru ágætir vinnudagarnir okkar þá. Bjarni boðaði til fundar sem voru jafnan vel undirbúnir, úthugsaðir og runnur ljúflega áfram undir forstjóra, skólastjóra, rektors hverju sinni. Til þess að fundir hafi tilgang skal undirbúa þá vel og ganga síðan skilvíslega frá gögnum eftir fund og fylgja svo ákvörðunum eftir. Þetta kann Bjarni. Allt þetta gerði hann listilega vel enda vanur ráðuneytismaður og þekkir klæki stjórnsýslunar. Kannski gerði við Þjóðminjasafnsfólk eitthvert gagn. En víst er að við gátum dregið lærdóm af vinnubrögðum safnstjórans á Hvanneyri,
Til hans ævinlega gott að leita og hefðum við einhver ráð þá reyndist Bjarni ráðþæginn í meira lagi. Fróður, ráðagóður og ráðþæginn safnmaðurinn sem við heiðrum í dag og megi honum auðnast margar vinnustundir til viðbótar. Við gerum ekkert nema stórgræði á þeim. Til hamingju Bjarni, með stórafmæli á dögunum, þakka þér framlag þitt til minja og safna á minjaverslu á Íslandi, bæði í áþreifanlegum gripum, skrásetningu þekkingar og tólum, tækjum, landsháttum og atvinnusögu. Takk Bjarni. Ég var hjá stutt. Kærar þakkir Lilja fyrir fróðlegt og skemmtilegt erindi. Það eru fleiri félög sem að standa hér og við bakið á okkur og aðstoða við hitt og þetta og eru bara ómissandi í þessu samfélagi okkar, bæði ómissandi skólanum og safninu og eiginlega, já, öllu samfélaginu. Og það er kvenfélagið 19. júní. Og það er komið að þeim núna. Þau ætla að bjóða okkur hér í kaffi á fyrstu hæðinni inn í mötuneytinu. En við erum aðeins á undan tíma en það þýðir bara að við verðum lengur í kaffi og getum þá nota tíman til þess að ræða saman og hafa skemmtilega stund en við ætlum að vera komin stundvíslega hér 15:28. Þannig að við byrjum 15:30. Það var nú svo góð stemning niðri áðan að mér finnst það nú bara vera kraftaverk að allir skuli vera komnir upp aftur og þakka ykkur fyrir að vera svona stundvís og hlýðin. En við tökum þá seinni hluta þessa málþings og það er hún Anna Heiða Baldursdóttir sem ætlar að byrja og tala um safn og skóla, tilurð safns innan skóla. Gjörðu svo vel Anna Heiða. Orðvitingar. Já, góðan daginn. Gaman að sjá ykkur öll. Það er svolítið erfitt að koma í pontu eftir veisluna niðri, en ég ætla að gera mitt besta. Kannski bara svo ég kynni aðeins hvernig ég kynnist Bjarna. Ég er búin að þekkja Bjarna sen ég var barn, en það var sem sagt þannig að eftir að ég var nýbúin með meistaranámið mitt í sagnfræði, að þá nálgast Bjarni mig eftir fyrirlestur hjá mér og nefndi mig hvort ég hefði áhuga að koma að skráningu safnkostsins hérna á Landbúnaðarsafni inn á SARP sem ég hafði nú látið aðeins rannsaka í minni meistararannsókn. Ég var nú heldur betur til í það en að sjálfsögðu fekk ég strax hálfgerð samviskubit að segja já því ég var nú búin að lofa mér í aðra vinnu og ég hugði á doktorsnám á þeim tíma og svona. En eins og hver annar Íslendingur þá hugsaði ég með mér þetta hlyti nú að reddast. Og sem þetta gerði, en frá 2017 vann ég í verktakavinnu við skráningu í gegnum doktorsnámið og var svo heppin að ég fekk loks stöðu hér við safnið í lok 2021. Þannig ég vann þarlegandi aldrei með Bjarna beint, vissulega en samt notið aðstoðar hans í ófá skiptin síðan ég byrjaði. Sem hefur náttúrulega reynst mér og safninu gríðarlega mikilvægt, enda er maðurinn hafsjór af þekkingu og fróðleikum, safnkostinn, safnið og allt hitt líka sem við höfum aðeins talað um hér í dag og eftir. En það var einmitt í meistaranáminu sem ég fekk áhuga á hvernig söfn verða til. En það var ekki endilega söfn í þeim skilningi að vera opinber stofnun. Heldur hvernig hlutir safnast saman á ólíkan hátt, meðal annars, á safni, en einnig hvernig fólk sankar að sig gripum í gegnum lífið. Og þar af leiðandi langar mig að nota tilefni hér í dag og skoða hvernig Landbúnaðarsafnið var til og hefur þróast til dagsins í dag. En svo við byrjum á byrjuninni. Hvað er safn? Íslenskan er nefnilega svo mögnuð að þetta hugtak hefur nokkuð víðtæka merkingu. Og nú styttist til dæmis í að menn fara að reka safn á sauðféði niður fjöllin, safnar að safna alls kyns hlutum, frímerkjum, steinum, rusli, glerbroti og svo framvegis. Við söfnum saman lífrænum úrgangi í safnhaug og síðan eru heimilin okkar safn misgáfulegra hluta. En málanna í dag eru söfnin, stofnanir sem varðveita og miðla fjölbreyttum fróðleik og menningararfi.
Þau geta einnig verið viðurkenndar safnaráði en ég kem að síðar að því hér og eftir. En samkvæmt alþjóðaráði safna er skilgreining á safni eða hugtakinu museum upp á enskuna eftirfarandi. Safn er varanleg stofnun, ekki rekin í hagnaðarskyni sem þjónar samfélaginu með rannsóknum, söfnun, varðveislu, túlkun og miðlun á áþreifanlegri og óáþreifanlegri arfleifð. Söfn eru opin almenning, aðgengileg og inngildandi og stuðla með því að fjölbreytileika og sjálfbærni. Í starfi sínu og virkum samskiptum við ólíka samfélagshópa hafa þau fagmennsku og siðferðilega gildi að leiðarljósi og bjóða upp á margvíslegar upplifanir í þágu menntunar, ánægju, ígrundunar og þekkingarauka, hvorki meira né minna. Og ég vil taka fram að ég kom hvergi nálægt þýðingunni á þessari ágætu skilgreiningu, en boðskapurinn er held ég skiljanlegur. Spurning dagsins, hvernig var landbúnaðarsafnið til? Aldamótin 1900 fer af stað umræða að varðveita ætti sögu og þróun landbúnaðar hér á landi á safni. Eina safni á þeim tíma var forngripasafnið sem við þekkjum í dag sem Þjóðminjasafn Íslands. Á búnaðarþingi 1903 var ályktað að mikilvægt væri að koma gömlum landbúnaðaráhöldum þangað. Ekki virðist sem að hafi mikil skrið komist á þetta mál en nokkru seinna, eða 1907, eru lög fest í sessi verndun fornminja hér á landi sem rennur svo síðar undir söfnunarstefnu Þjóðminjasafn Íslands. Og þar tók við taumunum árið seinna Matthías Þórðarson sem hafði mótað þessi fornminjalög. Sá var afar ötull safnmaður á sínum tíma en hann gegndi stöðunni til ársins 1947. Og hann var áhugasamur mörg svið samfélagsins og var aktífur í mörgum félagsstörfum. Og í þessum lögum mátti finna ansi sértæka gripaflokka eins og búningaskartafatnaði kvenna, handverk og svo þessa hérna tvo flokka sem eru hér upp á glæru. En segja má að landbúnaðaráhöldin hefði flokkast til þessara tveggja flokka, alls konar gamall húsbúnaður og áhöld. Og ef það ekki var pláss þar, þá var allavega pláss hérna í allir gamlir munir uppáhaldsflokknum mínum. En Matthías, áðurnefndur, hann dúkkar upp á ársfundi búnaðarþings árið 1920, þar sem hann flytur erindum gömul búsáhöld og búnaðarsafn. Þar sem hann stakk upp á stofnun sérstaks landbúnaðarsafns á kirkjulofti Bessastaðakirkju. Rök hans voru meðal annars þau að þar sem ár var í landbúnaðarsýningu sem að búnaðarfélagið stæði að, ætti félagið að grípa tækifærið og safna munum í leiðinni sem setja ætti á sýningu og seinna myndu rata inn á safn. Sérstök landbúnaðarsöfn væru einnig í nágrannalöndunum og Íslendingar þyrftu að sjálfsögðu að gera slíkt í sama. Fundarmenn tóku vel í erindið og þakkaði einn honum fyrir að reyna að þvo skrælingablettina af þjóðinni. En að vísu satt staðsetningin í Álftnesingum sem vildu hafa sína kirkju í friði. Og á glærunni hér á baku mig má sjást gripaflokkar sem voru augljóstir sérstaklega fyrir landbúnaðarsýningunni 1921. Og hér er gaman að sjá að þetta sést náttúrulega að sjálfsögðu ekki vel, en matreiðslu áhöld hér og rammaks áhöld til heimilistarfa eru meðal gripa sem óskað var eftir í tengslu við landbúnað og sem ég sýnir svona, og ég heldur séum öll sammála, að sýnir glögg við heimilin voru involveruð í framleiðslu landbúnaðarafurða annað en kannski raunin er í dag í flestum tilfellum. Það má því segja að þetta sé upphafið á ákveðinni umræðu sem fer af stað og leiddi af sér aukinn áhuga á málefninu en lítið gerðist. Þó verður til innan Þjóðminjasafnsins sérsafn eða deild sem nefnt var landbúnaðarsafn og stóð sem slíkt í sýningu safnsins á Suðurgötu frá miðri 20. öld og fram til endurbóta 1998. Búnaðarfélag Íslands og aðrir áhugamenn sögu og þróun landbúnaðar héldu umræðunni vakandi, en það var ekki fyrir 1940 að dreif til tíðinda. En frá lokum 19. aldar hóf að berast ný verkfæri til landsins í gegnum til dæmis búnaðarskólana og samtaka bænda eins og búnaðarfélagsins. Erlend verkfæri komu til reynslu hér í bændaskólanum á Hvanneyri, en einnig voru verkfæri smiðu hér á landi þar sem fremstur í flokki fór Torfi Bjarnason í Ólafsdal. Innflutningur landbúnaðar tóla og véla jókst mjög í upphafi 20. aldar og til að fylgja þessari þróun eftir voru festir þessi lög rannsóknir og tilraunir í landbúnaði árið 1940. Og þar sem segir í 20. grein laganna var kveðið á að reisa ætti verkfærasafn á Hvanneyri til að fylgjast með öllum nýjungum og breytingum í verkfæraþróun.
Ákvörðun Alþingis lögfesti þar með verkfærasafn sem fyrst og fremst átti að kynna nýjustu landbúnaðarverkfæri á hverjum tíma og staðsetningin var engin tilviljun, enda búnaðarskóli á staðnum. Safnið var tengt starfi verkfæranefndar sem gegndi því hlutverki að reyna ný verkfæri eða breytingar á eldri verkfærum með verkfæratilraunum við búnaðarskólann á Hvanneyri eða á öðrum hentugum stöðum. Guðmundur Jónsson sem var kennari við skólann þá og síðar skólastjóri var áhugasamur málefni og hélt hlífiskildi yfir þetta safn í tíð sinni. Strax sumarið 1940 hafði hann forgöngu að safna nokkrum merkum verkfærum og öðrum áhöldum. Verkfærasafnið var fest í fjárlög 5 árum síðar en datt út af þeim 1967. En þá hafði árlegt framlag ríkisins til þess verið 1000 til 2000 krónur. Árið 1965 voru ný lög rannsóknir atvinnugreina lögfest og þar var ekkert ákvæði að finna verkfærasafn og eins og Bjarni sjálfur hefur komist á orði þá sofnaði þetta safn Þyrnirósar svefni á þessum tíma. Fyrirkomulagið hafði verið á árabilinu 1940 til 1967 að fjárframlögin fóru í gegnum skólann sem skaut hlífiskildi yfir bæði verkfærasafnið og verkfæranefndina en safnið var aldrei á formlegri eða áþreifanlegri stofnun innan bændaskólans. En þessi dýnabíng var þó til þess að skólinn eignaðist mörg verkfæri sem var til þess að nemendur kynntust og lærðu að handleika þau ásamt því að þau varðveittust og urðu með öðru þegar frá leið vísir að verkfærasafni á skólastafnum. Og hér má einmitt sjá fyrstu munarskarðsafnsins sem að Guðmundur Jónsson gerði þegar hann tók saman fyrstu munina sem safnið átti. Og ég ætla að vekja athygli ykkar á því að þegar við förum í kaffi hér á eftir að þessi bók er niðri, eða sem sagt spjöldin eru í bók niðri í skápnum hérna áður við förum inn í matsalinn. Og hér eru bara svona smá dæmi, þetta eru 47 munaskráðir, eitthvað er ekki með spjöldunum á en hér eru spjöldin að Guðmundar hestareka frá Ólafsdal og 6 diska herfi. En árið 1972 verða skólastjóraskipti á Hvanneyri sem verður til þess að þáverandi landbúnaðarráðherra Halldór Sigurðsson skipaði þá Jón Guðmundsson bónda á Hvítárbakka og Bjarna Arason héraðsráðunaut í Borgarnesi að gera úttekt á eignum bændaskólans. Og þetta höfðu þeir að segja verkfærasafnið. Það er að þetta er mikið gamalla landbúnaðartækja og þetta er stærsta safn sinna tegundar á landinu og hefur mikið sögulegt gildi. Það er geymt í verkfærahúsinu gamla og í skemmunni og líka undir beru lofti og þeir eru ekki varðir gegn skemmdum og mikil þörf að sýna þessu einstæða safnið þann sóma, að tryggja varðveislu og aðstöðu og til að hægt væri að skoða og skrá safnið. Stuttu seinna var gerð skrá yfir vélar og tæki í safninu sem byggð var á munaskrá Guðmundar og var árið 1974 47 munir skráðir. Það sama ár fór fram þróunarsýning atvinnugreina í Laugardalshöll þar sem munir úr verkfærasafninu voru til sýnis. Aðdragandi því hafði verið sá að vélarsjóður var lagður niður 2 árum fyrr og hafði átt aðeins af eignum og Haraldur Árnason, þá forstöðumaður og ráðunautur, kom því fyrir að hluti af peningnum færi að kaupa gamlar búvélar og verkfæri og safna þeim svo saman. Karl Auðunsson á Akranesi, starfsmaður vélarsjóðs, var fenginn til verksins og afreksturinn leit dagsins ljós á sýningunni í Laugardalshöll sumarið 74 ásamt nokkrum munum hér úr verkfærasafninu. Þessi sýning dró athygli manna aftur að safninu á Hvanneyri en þeir munir sem Karl safnaði aukalega og gerði upp enduðu á Hvanneyri í safninu. Og það sem húsakostu var náttúrulega enn ábótavant fyrir þessi verðmæti. Aðstæður safnsins urðu þó ekki betri en á árunum 1976 til 1979 var gerð tilraun til átaks. Kennarar og skólastjóri bændaskólans tóku sig saman og biðluðu til búnaðarþings að láta sig máli varða ásamt öðrum aðilum til að gera mál safnsins sómasamleg. Setja sérstaka grein í lögum búnaðarfræðslu þar sem safnið væri tengt búnaðarskólanum á Hvanneyri sem kennslustofnun að öðrum þræði. En undir eritið kvittuðu Bjarni Guðmundsson, Haukur Sölvason, Ólafur Guðmundsson og Magnús B. Jónsson. Stjórn búnaðarfélagsins var falið að hlutast til málið til landbúnaðarráðherra og að safna frjálsum fjárframlögum til að byggja geymslu skála. En eins og svolítið oft með nefnda störf gerðist lítið. Á búnaðarþingi 1979 vekja þeir Haraldur Árnason og Jónas Jónsson aftur athygli á safninu og hvort ætti ekki að tengja stofnun þessa við 90 ára afmæli skólans þetta sama ár.
Stjórn Búnaðarfélagsins var aftur falið að athuga málið og leita samvinnu við stéttarsamband bænda fjárveitingu til málsins. En úr var ný nefnd sem var nú öllu öflugri. Í henni sátu Bjarni Guðmundsson fyrir Bændaskólann, Haraldur Árnason fyrir Búnaðarfélag Íslands og Magnús Sigurðsson á Gilsbakka fyrir stéttarsamband bænda. Þeir réðust í söfnun styrkja og undirbúning framkvæmda með hliðsjón af skipulagðarstaðnum, samtengingu verkfærasafns og húsnæðis til bútækni kennslu skólans og framkvæmdakostnaði var ákveðið að byggja austan við verkfæruhúsið, eða þess að gamla bút. En fjármagnið þraut þegar söklarhúsins voru tilbúnir haustið 1980. Í þessu átaki var lagt áhersla á gildi safnsins til sögu og menningar, en minni þungi á að safna verkfærum til notkunar og tilrauna á staðnum. Umræðan fór því að snúast varðveislu safngripa en ekki óopinbert safn sem skólinn ætti að nýta sér til kennslu hvað varðaði samtíma bútækni. Heldur var komið á sem fyrirbæri sem ætti að vera opinber stofnun á svipuðum nótum og byggðasöfn eða jafnvel sérdeild í samstarfi við Þjóðminjasafnið og Bændaskólann. En það var svo árið 1987 að dró til tíðinda. En vorið hófu starfsmenn bútæknideildar þeir Grétar Einarsson, Haraldur Benediktsson og Sigurður Axel Benediktsson að lagfæra og gera nokkra vélar jafnvel gangfærar fyrir landbúnaðarsýningunni Bú 87 sem fór fram sumarið í Reiðhöllinni í Víðidal. Vakti þetta framlag til sögudeildarsýningarinnar nokkra athygli og svo fór að haldið var áfram að lagfæra safngrip haustið. Við stingi aðeins bara frá að myndin hinn uppi er frá sýningunni, ein af mjög fáum því miður. Ennfremur var farið útbúa 200 fermetra horn á 2 hæðum í verkfæruhúsi skólans sem opnaði fyrir gesti og gangandi ári síðar. Reynslan af viðtökum sumarsins 88 sýndi þörf á búvélasafni og að það væri opið almenningi á aðgengilegum stað. Umfjöllun og áhugi jókst á safninu og fekk safnið meðal annars myndarlegan stuðning frá fyrrum búfræðinemendum þetta sama ár. Þingmenn reyndu að festa búminjasafni til laga en lognaðist út af. Heimamenn og starfsmenn skólans sem og fyrrum nemendur hans héldu þó merkjum safnsins uppi og naut safnið stuðnings frá þeim hvort sem það var í formi húsnæðis, peninga eða gjafa. Þegar bútæknideild flutti úr verkfæruhúsinu 1992 losnaði töluvert rými sem verktakafyrirtæki Jörfi tók á leigu og gat leigu að hluta til með því að gera upp gamlar vélar. Á sama tíma var hálfgerður stjórnarhópur safnsins myndaður af þeim Bjarna Guðmundsssyni, Grétar Einarssyni, Hauk Júlíussyni, forstjóra Jörfa, ásamt Magnúsi B. Jónssyni. Þetta samstarf gekk vel og hélst í svipuðu formi til ársins 1997. Það var svo 24. september árið 1993 að Safnaráð Íslands samþykkir að búvélasafnið megi réttilega teljast safn lögum samkvæmt. En hér vorum að ræða mikla viðurkenningu á gildi safnsins til safnamála. Og þá kom að því að verkfæruhúsi var tekið til lagfæringar því, hvað haldið þið? Það stóð til að halda enn eina landbúnaðarsýninguna og það á Hvanneyri í tengslu við landsmót MFÍ í Borgarfirði. Með þessum breytingum fekk safnið meira rými og stækkaði sýningarrýmið allnokkuð, auk þess sem húsið var lagfært og málað. Sýningargripum var síðan komið fyrir sumarið 1997 og á sama tíma verður hlutverk safnsins formfest með meðal annars fjárframlögum frá ríkinu. Ábyrgð Bjarna Guðmundssonar í búvélasafninu fyrir hönd Bændaskólans var einnig staðfest með hlutastarfi. Ári síðar er síðan fyrsti starfsmaður safnsins ráðinn til sumarsafnvörslu en það var hún Þórunn Edda Bjarnadóttir. Fljótlega eftir aldamótin fekk safnið enn meira svigrúm til sýningar sem og ófullkomið rými til geymslu safnkosts í verkfæruhúsinu. Á árinu 1987 til 2007 með aukinni kynningu stækkaði safnkosturinn verulega og naut góðvildar fólks víða að á landinu og þá sérstaklega fyrrum nemenda skólans. Mest var að ræða verkfæri, vélar og smærri áhöld en einnig ljósmyndir, bækur og bæklingar. Ennfremur var söfnunarstefna safnsins mótuð með aðstoð meðal annars Þórs Magnússonar fyrrum þjóðminjavarðar aldamótin 2000. Stórt skref var svo stigið í starfsemi safnsins þegar nefnd á vegum Landbúnaðarháskólans lagði til árið 2006 að safnið yrði gert að sjálfseignarstofnun. Stofndagur hennar var 14. febrúar árið 2007. Með þessari breytingu var starfsvið safnsins víkkað frá því að snúast nær eingöngu vélar og tæki til þess að huga að almennri þróun landbúnaðarins. Ennfremur var rannsóknar- og fræðsluhlutverk safnsins sérstaklega dregið fram. Og þetta þýddi
að Landbúnaðarsafnið tók við hlutverki búvélasafns en var það sjálfstæðri rekstrareiningu með sérstakan fjárhag. Stofnuninni var sett 5 manna stjórn þar sem sátu fulltrúi Landbúnaðarháskólans, Borgarbyggðar, Bændasamtaka Íslands, Landbúnaðarráðherra og Þjóðminjavarðar. En nú í dag hefur orðið sú breyting á að ekki lengur skipaður fulltrúi Þjóðminjavarðar í stjórn. Segja má að eftir aldamótin hafi hjólinn snúist hratt fyrir safnið. Árið 2008 gera Landbúnaðarsafnið og skólinn eða fasteignir ríkisins með sér samning að Halldórsfjós yrði notað undir starfsemi safnsins. Og við tók mikil vinna að undirbúningi, framkvæmdum, rannsóknum, hönnun og svo framvegis sem fylgdi svo viðamiklum flutningum og endurbótum á húsnæðinu. Ekki má heldur gleyma því að byggingin sjálf er stærsti safngripur Landbúnaðarsafnsins þar sem hún býr yfir hluta af mannvirkjasögu landbúnaðarins. En það var svo 20. febrúar árið 2014 að safnið varð að viðurkenndu safni. En það að vera viðurkennt safn þýðir að viðkomandi hefur farið í gegnum viðurkenningaferli safnaráðs og slíkt ferli krefst þess meðal annars að safnið þarf að vera tilbúið að taka sér meira ábyrgð og skyldur varðandi til dæmis öryggismál, varðveislu safnkosts, fjárhag og aðra faglega starfsemi. Sama ár flytur safnið starfsemi sína yfir í Halldórsfjós sem opnaði 2. október með pompi og prakt. 200 manns sóttu safnið heim og var mikil ánægja með velheppnaðar breytingar sem gjörbylti sýningarhaldi safnsins og aðstöðu. Rétt er að geta þess að safnið hélt sambúð sinni með Ullarselina áfram en það samstarf hófst þar sem safnið hafði áður verið til húsa í verkfæruhúsinu. Þróun safnsins hélt svo áfram með Bjarna í fararbroddi en hann lét af störfum 2017 og Ragnhildur Helga Jónsdóttir tók við safnstjórastöðunni. Áhersla safnsins á þessari öld hefur verið að víkka svið safnsins með átaki í skráningu safnkorsins, sérsýningum, fræðsluerindum, rannsóknum, námskeiðum og öðru. Og þar eru áberandi þær rannsóknir sem Bjarni hefur miðlað með útgáfu sinni í formi bóka og greina. En einnig má nefna í þessu tilliti dag kanínunar, námskeið viðhald fornvéla, D-dagurinn, kartaflan á Íslandi, Ferguson-dagurinn, konur í landbúnaði, gestastofa friðlandsfugla og nú síðast öndvegisverkefnið saga laxveiðanna. Allt þetta og meira til hefur gert safnið að gildandi stofnun á sviði meðal annars menntunar, menningar, sögu og safnamála. En hefði ekki orðið ef þau mikilvægu skref hefði ekki verið tekin, sem ég hef rakið hér í kannski jafnvel temmilegu máli. Þannig að stutta svarið við spurningunni hvernig verður landbúnaðarsafn til að það verði til með þrotlausu framtaki hópmanna, áherslum skólans á að eiga verkfæra til tilrauna og varðveislu, gjafmildi almennings og að sjálfsögðu öllum þeim landbúnaðarsýningum sem að drógu áhuga almennings að safninu. Takk fyrir. Bestu þakki fyrir mjög svo fróðlegt erindi, Anna Heiða. Næstur er Þóroddur Sveinsson og hann ætlar að fjalla búvísindamanninn Bjarna Guðmundsson. Gjörðu svo vel, Þóroddur. Yes. Góðan og blessaðan daginn, kæru gestir. Við langar að í byrjun að kanna stöðuna. Hvað eru margir Hvanneyringar hérna inni? Ok, það er gott, því það gæti verið að ég sleppti mér í svona búfræðihugtök sem bara útskrifaðir frá Hvanneyri vita. Já, ég er ekki hér til þess að fjalla sagnamannin, safnamannin, listamannin eða besta sölumann Massi Ferguson á Íslandi fyrr og síðar. Nei, hér er það búvísindamaðurinn sem fær á sviðið smástund. Það er alveg eins og það mætti nú að halda að hann hefði nú engan tíma haft fyrir búvísindi þegar maður búin að heyra allt það sem hann hefur gert annað. Það er svona mál. En ég ætla sem sagt að Ég ætla að byrja á því að fara 45 ár aftur í tíman. Þegar ég er tæplega 22 ára gamall, árið er 1978, þar sem ég sitt í herbyggi mínu í Árósum og les búnaðarblaðið Frey. Blað sem ég var áskrafandi allt frá því að bændaskóla árónum mínum á Hvanneyri og þangað til yfirlauk með það blað. Ég sakna þess mikils og ég veit að margir ykkar hérna gera það líka. Ég er þarna í akademísku diplómanámi í jarðrækt
eins og heitir, en myndin var tekin af mér til að prýða kynningablaðið skólan og það rétt að taka það fram að þetta ekki dæmigerð mynd af mér frá námsárum mínum í Danmörku. Jæja, en fremsta greinin í þessu tölublaði Freys eftir Bjarna nokkurn Guðmundsson, kennar á Hvanneyri og heitir mótisgerð í flatgrífum nokkur orð reynslu bænda, fræðin og fleira. Í inngangi greinarinnar segir að það sé ríkt í okkur Íslendingum að minnast ýmissa afmæla. Eins og í dag þegar við minnumst 10 ára afmælis, útskriftarafmælis Bjarna sem emeritus frá Landbúnaðarháskólanum. Til hamingju með afmælið, Bjarni. Þarna kynntist ég fyrsta sinn búvísindamanninum og áhrifavaldinum Bjarna Guðmundsssyni. Og greinin var til þess að ég valdi að fjalla mótisverkun í lokaritgerð minni við skólan. Og þá var ekki aftur snúið. Segja má að þessi grein sé mjög dæmigerð fyrir Bjarna og það fræðsluefni sem átti eftir að flæða frá honum æ síðan. Hér efni sem ætlað að upplýsa og fræða bændur milliliðalaust eins og honum best lagið. Og það eru fáir sem fara í skóna hans Bjarna. Þegar kemur að valdi á íslensku tungu og ritstílinn þekkjum við öll sem komumst í snertingu við hann. Og svo hann drátthagur mjög eins og skýringamyndirnir hérna bera með sér og í þessari grein eins og sem hann sýnir líka oft í mörgum af hans ritverkum. Það var Þórunn Edda, dóttir Bjarna, sem var svo góð að útvega mér ritaskrá Bjarna frá 1981 til dagsins í dag og auk þess fullt af myndum og teikningum sem ég leyfi mér að skreita mitt erindi með. Sjálfur átti ég ritaskrá með Bjarna sem dekkar að hluta 8. áratuginn og ég valdi samt að einfalda svolítið flokkunina fyrir þetta erindi en hún ekki sem sagt fyrir þetta erindi til að gera það skýrara en samtals hefur Bjarni gefið út að minnstakosti 300 titla í rit og greinar á alls konar formi eins og hefur nú kannski komið aðeins hérna fram og ofta sem fyrstu höfundur. Stór hluti þessara rita búvísindi og flest fjalla heyverkun og bútækni því tengdu. Mest í það sem að Bjarni vill kalla alþýðufræðirit eins og í búnaðarblaðinu Frey á sínum tíma, bændablaðinu, dagblöðum og mjög víða og einnig hluta af þeim greinum sem hann hefur skrifað fyrir ráðuneytafundi. Fræðiritin koma þar næst á eftir, þar sem ritrýndar greinar og rannsóknarskýrslur og svo það bókatitlarnir hans sem ekki fáir en samt færri hlutfallslega en aðri titlar en blaðafjöldin hins vegar á bakvið þá þeimun fleiri. Bjarni, hann á nokkur svafa afkastamesti og áhrifamesti fræðimaður okkar á sviði heyverkunar og bútækni í hálfa öld. Fræðin byggir hann mikið á eigin rannsóknum og víðtækri þekkingu sinni á helstu lögmálum í líffræði, eðlisfræði, verkfræði og hagfræði sem snerti fóðurverkun á einn eða annan hátt. Og ég lærði nýtt orð þig að þú væri fóðurverkfræðingur. Var það ekki? Það var einhver sem sagði það hérna á þeim. Ég hafði ekki heyrt áður. Það held ég að passi mjög vel. Nú sem aðalkennari í bútæknifögum og rannsóknarmaður við Bændaskólann á Hvanneyri, Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri og síðast Landbúnaðarháskóla Íslands áhrif hans áþreifanleg á kynslóðir bænda, ráðuneyta og búvísindamanna sem farið hafa í gegnum nám hér við skólann undanfarin 50 ár og enn 10 árum eftir að hann útskrifaðist hefur enginn fyllt hans skarð. Ég vil leyfa mér að fullyrða að enginn kennari hefur gefið út jafnmörg sérsniðin kennslurit fyrir ýmsa áfanga sem kendir hér við skólann. Enn við að njóta góðs að kennsluritum eftir Bjarna í áföngum sem fjalla hey og fóðurverkun, eins og heyverkun, verkun og geymsla af koss og þurrkunarfræði. Alls þetta 17 rit sem að mér telst og þar með talið nokkrar uppfærðar útgáfur en það hafa heyverkunaraðferðir tekið stökk breytingum
á starfsævi hans. Nú, einn stærsta stökkbreytingin var þegar rúllubaggarnir völduðu yfir aðra heyverkunaraðferðir hratt og örugglega. Og það var miðjan 9. áratug síðustu aldar sem það gerist að þá hefst þessi bylting í heyverkun. Með tilkomu nýrrar plastfilmu til að pakka inn hálfblautum heyrúllum. Við vorum búin að prófa það að stinga rúllum í plastpoka og það var ekki mjög sniðugt. En aftur móti þegar plastið kom þá breytti það öllu. Nú aðferðin verður alls ráðandi í verkunaraðferð á Íslandi á aðeins 15 árum. Og þetta var glæný aðferð við að verka hey og sem litla þekkingu var að finna erlendis frá hvernig virkaði. Þetta var nýtt alls staðar í heiminum. Fjöldi búvastamanna á tilraunastöðum Rala og Hvanneyri brugðust hratt við og fóru að rannsaka þessa framandi aðferð því margar spurningar vöknuðu. Það sama gerist í öðrum löndum þó aðferðin fékk aldrei álíka útbreiðslu þar og hér á landi nema á einstaka afskekktum stöðum og á smábílum. Það voru margar spurningar sem vöknuðu. Ég tel hérna upp nokkrar. Hvernig verkast hálfblautt hey í plasthjúpuðum rúllum? Nú það sýndi sig að verkunin í plastpökkum rúllum var ekki alveg eins sambærileg og í voti í flatgrífum eða turnum. Það verkaði samt mjög vel ef fylgt var grundvallarreglunni að halda lofti fjarri. Þetta 19. aldar mál frá Torfa Bjarnasyni held ég. Hvað er hagstæðasta? Forþurrkunarstigið. Forþurrkun hefur mikil áhrif sem sagt bæði á gæði verkunarinnar og hagkvæmni hennar. Það fundið út mjög fljótt geymsluþolið, hvað er það mikið, hvaða þættir hafa þar mest áhrif. Það er náttúrulega geymslustaðurinn, hefur gríðarlega mikil áhrif og ending plastfilmunar og svona ýmislegt önnur atriði. Hvað er verkunartapið mikið? Miðað við eldri verkunaraðferðir er það ásættanlegt? Svarið er já. Það er ásættanlegt ef rétti staðið að verkuninni. Verkunartapið er minna á velli en við þurrheysverkun og verkunartapið er oft minna en við aðrar votheysverkunaraðferðir. Hvert er fóðrunarvirði rúlluheys í samanburði við annað hey? Það er sambærilegt, jafnvel betra ef stilt er á rétt forþurrkunarstig. Og hvaða leiðir eru mögulegar til að bæta eða viðhalda fóðrunarvirði rúlluheys með íblöndunarefnum til dæmis? Íblöndunarefni koma það sterkt inn til að lágmarka gerjunarvirknina vitum við núna og eykur líka fóðrunarvirði eins og ég kannski sýni hérna aðeins betur á eftir. Og hver eru áhrif skurðar eða knosunar á verkun og rúmþyngd heys í rúllunum? Við fengum kannski óljósar niðurstöðu þar, venjulega meiri þéttni en hafði minni áhrif á gerjun og gerjunarvirkni. Og við erum sem sagt búin að fá í flestum, og það eru fleiri náttúrulega spurningar sem við vöknuðum, en þetta er svona dæmi það sem við fórum að byrja að skoða. 2001 tók ég saman allar rúllubagga rannsóknir á Íslandi á 15 ára tímabili sem sýnir vel hlut Bjarna í þeim. Alls fann ég 38 rannsóknarverkefni og 60 birtingar niðurstöðu þeirra. Af þeim var Bjarni meðhöfundur í 36 þeirra, eða 60%. Í þessari samantekt var vitnað í 185 heimildir og þar voru 114 íslenskar og af þeim var Bjarni meðhöfundur í 56 þeirra, eða 49%. Impact-faktor, eins og það heitir á fínu máli, áhrifaþáttur Bjarna í þessum fræðum er því mikill. Ég get tekið sem dæmi rannsóknar hans áhrif geymslu og geymsluþol, áhrif geymslustaðar á geymsluþol og gæði verkunar og auðvitað er auðvelt að geta sér til að geymslustaðarnir hafi einhver áhrif en er það eitthvað sem skiptir máli? Og svarið er já, niðurstaðan er það að skiptir gríðarlega miklu máli upp á endingu plasthjúpsins og þróun hjáverkunar á geymslutímanum. Eins og þessi teikning Bjarna sýnir svo vel sem á súluriti. Það má blenda á tilraunir Bjarna með íblöndunarefni í rúllum til að bæta eða takmarka gerjunarvirknina
Hér eru niðurstöður með efnið fóraform sem í grunninn bara maurasýra sem sýnir að efnið dregur úr gerjunarvirkninni sem sést á minni gerjunarafurðum og meiri sykruleifum eftir gerjunina sem mjög mikilvægt. Sykruleifurnar eru 80% meiri hér heldur en í rúllum án fóraforms og gerjunarafurðirnar þær eru bara 60% af því sem í rúlum sem fengu ekki fóraform. Nú þá fannst mér tilraunir Bjarna með gemlingum, alls 5 tilraunir, mjög áhugaverðar sem sýndu vel áhrif forþurrkunar af fóðrunarvirði eða átgetu. Átgetan, hún vex með aukinni forþurrkun og aukin orkustyrkur heysins eykur þurrefnisátgetu upp að hámarki 0,75 fóðureiningar per kíló þurrefni en innbyrt netto orka eykst áfram upp á að minnsta kosti 0,8 fóðureiningar í kíló þurrefni. Þannig að þetta, ég glemdi nú að sýna þessa flottu mynd. Hún átti náttúrulega að vera með þessu, það sem ég var að babla núna rétt á hann. Og sýnir sem sagt þessa niðurstöðu Bjarna á þessum línuritum og svo þessi flotta teikninga þarna í miðjunni eftir hann sem lýsir þessu bara mjög vel án orða. Já, doktorsverkefni, þá komaði doktorsverkefni Bjarna, fjallaði ýmsa hliðar vallþurrkunar heys og hélt hann þeim rannsóknum áfram að loknu námi og þar rannsakaði hann áhrif veðurfars út frá lofthita og loftraka á þurrkun heys en einnig áhrif vélameðhöndlunar og dreifingar heys á velli á verkunartap og heygæði. Þarna Bjarni að þefa af heyi. Þetta eitt mikilvægasta mælitæki eða skynfæri sem að maður notar til að meta gæði heys. Það náttúrulega bara ilmurinn, það reyndar lyktin og lyktin af verkuðu heyi og ég tók þessa línu þarna úr Greinars Bjarna 78, ilmur þess var mildur og bragðið sætsúrt og lokkandi. Vitið þið hvað þetta Vitið þið hvers konar hey þetta Þetta var náttúrulega vothey, en þetta var svona besta einkunn á vothey sem að Bjarni gaf. Að hann fann þetta á einhverjum bæ, hann fór til bænda og var að meta gæði votheysins sem að voru ekki alltaf svona góð. Já, og í dag, þar ég komin hérna. Á þeim tíma, sem Bjarni rannsakaði áhrif lofthita og loftraka voru tækin til mælinga mjög frumstæð, þó ekki sé meira sagt. Veðurmælingarnar voru handvirkar í doktorsverkefninu hans, var veður skráð 3 á sólarhring klukkan 9, 15 og 21 eftir því sem ég best veit og Bjarni reyndar búinn að staðfesta við mig núna, ég spurði hann á þann. En enga síður þá tókst Bjarni að reikna út svokallað eimhungur. Eimhungur Bjarna. Átt þú þetta orð, Bjarni? Þetta flott orð, en maður finnur það ekki í orðabókum. Þannig að þú ert ekki komið svo langt. En allavega að þá þið tókst að þetta reikna svokallað eimhungur og jöfnurnar hans Bjarna notum við ennþá í kennslu til að reikna út eimhungrið og þá getum við til dæmis dregið upp þessa mynd sem við sjáum hérna sem sýnir samband loftraka sem fall af lofthita á eimhungur. Bjarni fann sem sagt út að eimhungrið náði ekki, ef eimhungrið náði ekki 2,5 þá væri þurrkleysa en eftir því sem að gildin þar fyrir ofan hækkuðu því meira var eimhungrið. Þurrkunum má síðan skipta upp í daufan, góðan eða ofurþurrk sem nú kannski svona svolítið huglægt. En við sjáum hvernig það virkar. Maður getur, ef maður veit loftrakan og lofthitan, þá getur maður farið á svona graf og fundið hvað eimhungurið er. Ef við tökum sem dæmi, ef lofthitin 10 gráður og loftrakinn 40% sem náttúrulega mjög lágt, þá þurrkurinn
góður eða mjög góður. Ef hann 60%, þá þetta svona milli daufs og góðs þurrks sem að það gefur í einhungri, eða 5. Og ef loftraginn 65%, þá er þurrkurinn svona á mörkum þurrkleysunar. Í dag þá allt annað veruleiki. Við búum yfir fullkomnum sjálfvirkum veðurmælingum sem skrá veður allan sólarhringinn og allt árið kring í mikilli upplausn. Í lokin vil ég því sýna ykkur myndvinnslu úr þannig gögnum þar sem við nýtum jöfnundarnas Bjarna og tek sem dæmi veðurmælingar á Möðruvöllum í Hörgárdal og Hvanneyri. Sem ábúandi á Möðruvöllum í aldarfjórðung var ég sannfærður að veðrið á Möðruvöllum væri miklu betra heldur en á Hvanneyri. Í öllu tilliti og ekki hvað síst þegar kemur að vallþurrkun. Þess vegna lagði ég rannsókn til að sanna það með vísindalega hætti. Þetta verkefni hefur annars reynst mér erfiðara og réttara sagt þungbærara en ég átti von á. Hér sýni ég til dæmis samanburð á einhungurinu á Hvanneyri og Möðruvöllum sumarið 2022. Ég ætla þó fyrst að reyna að skýra út hvað þið eruð að horfa á. Myndirnar þær sýna meðal einhungur hvers klukkutíma á sólarhringnum í 4 mánuði frá júní til september. Það er ein lína fyrir hvern mánuð og það er sem sagt, það er ein lína fyrir hvern mánuð. Þannig að þetta er meðal einhungur mánaðana hvers mánaðar. Nú, og síðan er það láréttu rauðu línurnar. Þær sýna sem sagt mörkin á milli þurrkleysu, þurrks og góðs þurrs eða mikils þurrs. Það kom nefnilega í ljós að þurrkurinn var aðeins minni á Möðruvöllum en á Hvanneyri þetta sumar. Og við getum lesið á myndunum að í september var þurrktíminn að jafnaði 9 tímar á klukkustund á hverju sólarhring, bæði á Möðruvöllum og Hvanneyri. Einhungur summan var hins vegar aðeins herri á Hvanneyri. Og það er að segja að það var samt meiri hiti. Það er flatamáli sem er undir línunum þarna niður að þurrkleysunni og það var sem sagt meiri þar, en það var ennþá meiri munur í júní. Þá sjáum við að þurrtími er 15 tímar sem er alltaf bara eðlilegt og á Hvanneyri en bara 13 á Möðruvöllum og einhungusumar var 22% hærri þar en á Möðruvöllum. Þannig að þetta var ekki gott. Ég þarf að endurtaka þetta. Það endurtók þetta, maður þarf alltaf að endurtaka nokkru sinnum til að sanna kenningar sko. En það var sem sagt, þetta gerist reyndar ekki oft, þó að munurinn sé minni en ég hef nú haft væntingar til. Og strax 2021 var slegin öll hitamet voru slegin öll hitamet á Möðruvöllum. Meðalhitinn var til dæmis, að mér minnir 3 gráður hærri enn í meðalári í júlí, sem er gríðarlegur hár munur. Þið sjáum þetta á sama skala, lóðrétti ásinn. Þannig að þetta er bara þarna sumarið 2021 sker sig virkilega mikið út. Og hún sýnir að þetta er ýktumun, ég skal bara játa það. En og sýnir bara að staðan, breytileikinn er mjög mikill á milli ára sem á staða. Já, var þetta, ég vona að þið hafið svona aðeins skilið, eða sko náðu öllu sem ég var að reyna að segja. En allavega árið er núna 2023. Þar sem við sitjum á málþingi til heiðurs Bjarna og rifjum upp nokkur afrek hans í litrófi búvísinda og búmenningar. Takk fyrir þitt mikla ævistarf, Bjarni. Í gærkvöldi þá bað ég gamlan vinn minn að hnoða í vísu
af þessu tilefni og sem verða mín loka orð hér. Heiverkun Bjarni til hlítar kann, heigæði jók hann slingur, öðru meira eflaust hann eimhungur sérfræðingur. Komið þið sæl, ég hef því miður ekki tækifæri til að vera með ykkur á þessu mikilvæga þingi og var því brugðið á það ráð að ég myndi fá að ávarpa ykkur með þessum hætti. Erindi mitt í dag mun snúast tvær meginspurningar, annars vegar hvernig hægt sé að tengja saman safn og háskólakennslu og svo hins vegar hvaða möguleika safn hefur yfir að búa til að færa þekkingu þess til menntastofnana. Og ég mun ræða þessar spurningar sérstaklega í tengslu við Landbúnaðarsafn Íslands og byggja á reynsluminni af því að fást við spurningarna sjálfur út frá sjónarhóli menntastofnunar fyrst og fremst. En áður en ég held áfram er nauðsynlegt að ég kynni mig örstutt. Ég er prófessor í safnafræði við Háskóla Íslands og hef gegnt þeirri stöðu hér við skólann í 14 ár. Og námið sem ég kenni er á framhaldsstigi til MA og doktorsgráðu og eru það því alla jafnan fullorðið fólk og reynslumikið sem ég kenni. Ég hef unnið á nokkrum söfnum sem almennur starfsmaður og einnig sem stjórnandi. Sú reynsla hefur verið mér ómetanleg við að tengja og skilja útlistingar fræðimanna á söfnum og safnastarfi og sömuleiðis veitt mér tækifæri til þess að skilja heimsmið frá kjarnanum fyrir nemendum mínum. Safnaðarreynsla mín hefur einnig gert það að verkum að ég hef talið það algjörlega nauðsynlegt að nemendur mínir kynnist söfnum og safnastarfi í gegnum söfnið sjálf og starfsfólk þeirra. En sé sú tenging ekki til staðar er hættan sú að nemendur lokist af, eins og sagt er, í fræðilegum vangaveltum og öðlist þar með takmarkaðan skilning á því sem söfnin hafa upp á að bjóða. Að sama skapi tel ég að öllum söfnum sé það mikill akkur að eiga í góðum tengslu við öll skólastig og þar eru söfnin ekki eingöngu í því hlutverki að miðla, heldur hafa einnig ríkulegt atbeini til að brydda upp á verkefnum sem engir nema þau geta gert. Og ég mun aðeins koma inn á þetta frekar hér á eftir. En snúum okkur að spurningunum sem ég nefndi hér í byrjun og eru hérna upp á glærunni. Og mér langar fyrst til að byrja á þeirri sem snýst það hvernig hægt sé að tengja saman safn og háskólakennslu. Einfalda svarið og einna árangursríkast er að starfsfólk safna leiti til háskólakennara með að eiga í samstarfi. Líti til þess sem verið að kenna, máti starfsemi sína við þær áherslur og leggi fram hugmyndir samstarf. Eitt vandi sem ég held að sé raunverulegur er að háskólar og háskólakennarar eru að öllu jöfnu án mikillar þekkingar möguleika safna sem liður í menntun sinna nemenda og mögulega líka sem liður í möguleikum kennara til að stunda sínar rannsóknir. Og þetta er að einhver leyti menningarlegt vandamál hér á landi þar sem söfn hafa því miður ekki verið ríkur hluti af uppeldi þeirra sem kenna á háskólastigi. Og þetta sést til dæmis á því í grein eins og sagnfræði, en þar er áhersla í efni til skoðunar lítil sem engin ásöfn. Og rannsóknir sagnfræðinga á söfnum er í mýflugumynd að mínu mati. Og þetta skýtur skökku við þegar það blasir við að söfn eins og menningarminjasöfn, líkt og Landbúnaðarsafn Íslands, eru stofnanir sem huga að sögu á hverjum degi, safna heimildum og vinna úr með miðlun sem dæmi. Og að auki eru kannski eina tenging almennings við sögu og rannsóknir sem undirstrikar hversu mikilvægar stofnanir söfnin eru. Ætli safn sér að leita til háskólastigsins er farsælt ef ekki nauðsynlegt að safnið fari í vinnu að útleggja að minnsta kosti tvennt. Annars vegar fari yfir það hvaða mannauði og þekkingu safnið hafi yfir að ráða. Og svo hitt hvaða eiginleika safnið býr yfir, svo sem varðandi safnkost, miðlun og aðstöðu sem geti verið spennandi viðfangsefni á háskólastigi. Með slíkt í farteskinu er alltaf gott að hefja samtal möguleg verkefni.
Slíkt tryggir jafnframt að söfn átti sig á eigin möguleikum og takmörkunum og fari ekki fram úr sér í metnaðinum. Ef við hugsum þetta í samhengi við Landbúnaðarsafn Íslands, þá finnst mér það blasa við að safnið hugsi til þess öfluga háskóla sem safnið er með í túngarðinum heima hjá sér, Landbúnaðarháskóla Íslands. En til þess að safnið eflist í háskólatengingun er farsælast að mínum mati að afla sér reynslu og þekkingar í slíku samstarfi með því sem er hendi næst. Landbúnaðarháskólinn er eitt framsæknasti og öflugasti háskóla landsins og mun ef eitthvað er eflast enn frekar á komandi árum. Viðfangsefni hans þegar kemur að rannsóknum og því sem þar er kennt verður æ mikilvægara á tímum vaxandi áskorana í umhverfismálum, matvælaöryggi og framleiðslu svo eitthvað sé talið. Skólinn er líka með nemendur hvaðanæfa af úr heiminum og notfærir sér þar möguleika fjarnám sem umbylt hefur tækifærum fólks til að afla sér menntunar. Viðfangsefni Landbúnaðarháskólans fellur auðvitað vel að tilgangi og hlutverki Landbúnaðarsafns Íslands sem er að gera meðal annars skil og sögu þróunar á landbúnaði og ég fullyrði að samsláttur safnsins sé við alla greinar sem kenndar eru við Landbúnaðarháskólann. Það er svo tvennt til viðbótar sem ég langar til að nefna varðandi þessa hugmynd sem ég nefnt enn nánara samband við Landbúnaðarháskólann. Í mínum huga er ekkert því til fyrirstöðu að Landbúnaðarsafnið búi til sjálft námskeið sem það getur boðið Landbúnaðarháskólanum. Efni námskeiðsins eða námsleiða væri hægt að klæðskera sníða að námsefni stakra námskeiða eða námsbrauta. Slík námskeið var einnig hægt að bjóða öðrum háskólum í landinu eða jafnvel utan landsteinanna séð á ensku. Væri námskeiðið eða námskeiðin sett upp með fjarnámsmöguleika. Og ég segi fyrir mitt leyti sem kennari við Háskóla Íslands að við varum búin í minni námsbraut að minnsta kosti að tefla slíku námskeiði fram fyrir okkar nemendur. Hitt atriðið sem mig langar líka að nefna í þessu samhengi er að Landbúnaðarsafn Íslands ætti að efla og rækta þau víðfeðmu tengslanet sem kennarar við Landbúnaðarháskólann búa yfir. En það gæfi Landbúnaðarsafninu tækifæri til að komast í samband við fólk og stofnanir sem hugsar eftir líkum brautum. Það út af fyrir sig getur auðvitað orðið til þess að opna nýja og kannski óvænta vinkla fyrir safnið til þess að skoða og treysta stöðu sína enn frekar. Í ræktun tengslanetsins væri safnið líka komið með tærnar inn fyrir dyrnar í að verða þáttakandi í styrku umsóknum í rannsóknarsjóði innlenda og erlenda. Safnið hefur nú mjög frambærilegu starfsfólki yfir að ráða sem getur kynróðalaust tekið þátt í rannsóknarverkefnum á háskólastigi en akademískt hæfi þeirra er til staðar. En víkjum nú aðeins að seinni spurningunni sem ég var með hér í upphafi hvaða möguleika safn eins og Landbúnaðarsafn Íslands hefur að búa til að færa þekkingu þess til menntastofnana. Það er að mínum mati engin ástæða til þess að reyna að finna upp hjólið þegar kemur að því að svara þessari spurningu. Að gramsa í verkfærakistu annarra safna er gagnlegt og hægt að heimfara upp á þær aðstæður sem hvert safn býr yfir. Og hér á eftir er ég með nokkra punkta þetta. Listasafn Reykjavíkur hefur árabil boðið skólastjórnendum og kennurum í grunnskólum árlega á haustin til að kynna safnið og vetrardagskrá þess. Þetta er fastur liður í starfseminni og hefur borið góðan árangur. Sem hliðarafurð við það framtak hafa söfn á höfuðborgarsvæðinu tekið sér saman á hverju ári og kynnt sína starfsemi. Safnaklassar víða land hafa gert þetta einnig og í þessu kynningastarfi felst mikilvægur kjarni sem snýst að huga vel að nærsamfélaginu. Láta með öðrum orðum fólk finna fyrir því að safnið sé þarna fyrir þau og stofnanir í samfélaginu og til þjónustu reiðubúið. Að sumu leyti eru áskoranir landssafna eins og Landbúnaðarsafns Íslands víðfeðmara.
Slík söfn eru þar með ekki eingöngu að þjóna staðbundnu samfélagi, heldur einnig stærri hópi fólks sem dreift víða bæði utan og jafnvel utan og svo sannarlega innan landsteinanna. Það opnar á möguleika, ef ekki skyldur, að eigi erindi við fleiri á öllum skólastigum í landinu. Það er því mikilvægt tel ég fyrir Landbúnaðarsafn Íslands að koma fram af sjálfstrausti sem landssafn. Það er meðal annars hægt að nýta til að binda sterkum böndum við önnur söfn í landinu eða aðrar stofnanir sem sinna áhersluatriðum Landbúnaðarsafnsins og leyfa sér kannski að taka af skarið og reyna að vera í forystu ákveðin mál sem eru talin brýn. Netverksmyndun sem á alveg vera óformlegt getur lyft grettistakki. Skylt þessari pælingu er að ég sé á heimasíðu safnsins að Landbúnaðarsafnið er sjálfseignarstofnun. Þessi stofnaðilar eru Landbúnaðarháskóla Íslands, Sveitarfélagi Borgarbyggð og Bændasamtök Íslands. Auk fulltrúi stjórn safnsins frá þessum stofnfélögum sitja svo á þjóðminjavörður og fulltrúi tilnefndur frá landbúnaðarráðherra. Sé það viljinn og ætlunin að tengja safnið betur til skóla eins og háskóla og er ekki algalið að safnið stofnaði til samráðsvettvangs aðila á því sviði. Slíkt ráð ætti að búa til tengingar inn í skólana og hafa það að markmiði að árangur hvers fundar myndi skila sér með einhverjum hætti inn í starfsemi safnsins. Þið heyri sjálfsagt að ég er talsmaður þess að fólk líti sér nær til að sækja sér hvers kyns styrk. Og eitt dæmi það er að þegar ég fór að huga að þessu erindi var mér hugsað til þeirra gagnmerku verka sem fyrrverandi safnstjóri Landbúnaðarsafnsins, Bjarni Guðmundsson, hefur látið frá sér fara. Landbúnaðarsafnið ætti að horfa meðal annars til þeirra, svo sem eins og bóka hans, og spyrja sig að því hvernig safnið getur miðlað því starfi enn frekar til skólastiga og annarra. Safnið ætti einnig að spyrja sig að því hvernig það getur byggt á störfum Bjarna, nota það sem upptakt að nýjum verkefnum og tengingum eins og við skóla. Ein hugmyndin til viðbótar sem ég langar til að nefna er að á undanförnum áratugum hafa söfn af ýmsu tagi og út allan heim hugsað umdæmi sitt æ frekar utan veggjasafnanna, eða með öðrum orðum gert umhverfi sitt að vettvangi safnastarfsins, svo sem eins og þegar kemur að fræðslumálum. Þetta þýðir að í raun eins og fyrir Landbúnaðarsafnið að starfsemin þurfi ekki endilega að miðast fyrst og fremst við safnkostinn, þær efnislegu minjar sem safnið varðveitir, heldur og ekki síst þau gæði sem liggja í samfélagunum í kringum safnið, nú eða þeim landkostum sem umliggja safnið. Hér opnast fyrir ótrúlega spennandi möguleikar fyrir safnið til að tengjast ólíkum námsgreinum sem kenndar eru á öllum skólastigum, náttúrufræði, jarðfræði, samfélagsfræði, veðurfræði, dýrafræði, trúarbragðafræði, bókmenntir og svo framvegis. Og takið eftir því að ef þessi orð mín koma ykkur ekkert spánst fyrir sjónir, að þið skiljið það að Landbúnaðarsafnið getur látið sig mál varða sinna út fyrir veggi þess, þá er það einmitt skilningur á möguleikum þess. Og þeir möguleikar eru eitt styrkleiki safna eins og Landbúnaðarsafnsins og gera safn að einstökum stofnunum, ekki síst til menntunar. Erlent samstarf er einn spennandi möguleiki fyrir Landbúnaðarsafn Íslands til að huga að og þar eru ýmsir möguleikar og með samstarfi Landbúnaðarsafnsins við háskóla í landinu geta þessir aðilar í samstarfi sótt í áætlanir eins og Erasmus Plus verkefnið styrki til ýmissa verkefna. Rannsóknarstjórar sviða Háskóla Íslands eru boðnir og búnir til að aðstoða við að upplýsa stofnanir eins og Landbúnaðarsafnið möguleika þess á sviði styrkja og samvinnu möguleika þess við námsgreinar innan skólans. Að lokum langar mig til að nefna það að flestar af þessum hugmyndum sem ég hef nefnt byggja á reynslu minni af því að vinna með söfnum í Fjarðabyggð fyrir austan. En undanfarin 8 ár hef ég farið með nemendahópa nánast árlega til að vinna að margvíslegum verkefnum fyrir tilstuðlan og frumkvæðis Péturs Sörenssonar, forstöðumanns Safnastofnunar Fjarðabyggðar.
Verkefnin hafa ætíð verið hugsuð sem þróunarverkefni eða verkefni sem væri framlag nemenda til uppbyggingar á safnastarfi í byggðarlaginu. Þetta er einnig hugsað sem langtímaverkefni og það má ekki gleyma því að tengsl safna og skóla þarf nauðsynlega að hugsa út frá því sjónarmiði að tími skiptir máli. Sjónarmið mitt í þessu samstarfi er að nemendurnir eru ekki eingöngu þiggjendur þekkingar og gestrisni Fjarðabyggðar, heldur einnig hópu fólks sem hefur það að markmiði að leggja fram vinnu til þess að bæta lífsgæði fólks á þessu svæði. Fjárhagslega hefur þetta verið hægt með rausnarlegum styrk úr heimabyggð en Háskóli Íslands hefur einnig lagt sitt af mörkum til þess að gera þetta fjárhagslega mögulegt. Í samantekt má segja að tækifærin séu fjölmörg fyrir Landbúnaðarsafni Íslands til þess að eflast enn frekar á þeim sviðum sem það hefur haslað sig völl á í gegnum tíðina. Og tækifærin eru einnig fjölmörg til þess að treysta enn betur þau bönd sem safnið hefur nú þegar við menntakerfið í breiðum skilningi og ekki síst stofna til nýrra tengsla í því andrúmslofti sem ríkir innan menntakerfisins í dag, sem að breikka möguleika þess til þess að nýta betur þá innviði sem fyrir eru og skapa þverfaglega nálgun á þau vandamál sem þarf að leysa í samtímanum og ekki síst í framtíðinni. Síðasta glæran sem ég er með hér á í þessu erindi er frá kynningu eins fyrrverandi nemanda míns, Ásgerðar Maríu Franklin, sem þið sjá hér. En hún er myndin er tekin í einni af þeim vettvangsferðum sem við höfum farið í safnafræði. Á glæru Ásgerðar sjáum við hvernig sumir fræðimenn eru að leggja til að við horfum á söfn framtíðarinnar. En í staðis að söfn einskorði sig við að vera upptekin af innihaldi eða content, að þá eigi þeir frekar að hugsa sig sem pall eða svið. Landbúnaðarsafn Íslands er í raun ekkert óviðkomandi og það eitt út af fyrir sig gefur þeirri stofnun ótrúlega jákvæða eiginleika eða gullfót til að vaxa og dafna og taka þátt í mótun framtíðarsviðs, núverandi og komandi kynslóða. Takk fyrir. Bara fara í gegnum svona kannski tíman marga áratugi svona með aðstoð tækninnar. Það væri svona draumaverkefni sem að væri gaman að fjármagna og þá í svona alþjóðlegu verkefni og þá náttúrulega mikið og þverfaglegt verkefni þar sem að margir ólíkir aðilar þurfa að koma að. En það er vel við hæfi að Ragnhildur Helga Jónsdóttir, safnstjóri, taki við og fjalli framtíða möguleikana. Gjör svo vel, Ragnhildur. Komið í sæl öllumur. Þetta er búið að vera virkilega skemmtilegu dagur hjá okkur og ég vona að þið hafi skemmt ykkur jafnvel og ég. En í þessu stutta erindi þá langar mig aðeins til að láta hugan reika og velta upp hvaða möguleika safnið hefur til framtíðar. Og fyrir nokkrum misserum þá náði safnið þeim burðum að ráða starfsmann í hlutastarf, þannig að núna er 1 stöðugildi við safnið. Anna Heiða Baldursdóttir, sem við heyrðum í hér áðan, var ráðin inn og sinni meðal annars rannsóknarhluta og er það gríðarlega mikilvægt fyrir alla starfsemi safnsins. Auk þess þá hefur hún séð skráningu gripa í SARP, sameiginlega skráningagrunn safna í landinu, auk annarra verkefna. Hún hefur komið og er svona burðarásin í þessu verkefni sögu laxveiða í Borgarfirði sem við stöndum að og er það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hafa þetta. Gestafjöldi hefur verið að þokast upp og núna aftur eftir COVID, fór náttúrulega niður í COVID en er að komast upp aftur en okkur vantar ennþá að komast inn í fastar ferðir ferðaskrifstofa til að ná inn fjölda. En við erum meðal annars með fyrirlestra til gesta íslenskan landbúnað og mælist það mjög vel fyrir. Safnið nýtur einnig ómetanlegs stuðnings Ferguson félaga. Og við sjáum það nú bara úti núna á þessari samkomu. Það eru verk þeirra sem við sjáum hérna fyrir utan dyrnar.
Þarna sjáum við þá sem þarna í farabroddi, Jón Ingimundur, formaður félagsins, Steindi og Albert, ómetanlega hjálparhellur sem koma hérna óbeðnir. Við vitum bara stundum að eftir að já, við komum og pumpum í dekk og þrifum olíu og við störtuðum traktor og við segjum bara já, takk, frábært. Og þeir eru frábærir, strákar, þið munum það. Síðan það hérna Ragnar Jónasson sem allt múlingmann sem var hérna frumkvöðla því að Ferguson félagi var stofnað, Kristján Bjartmarsson hérna líka. Og allir þessir og margir fleirir hafa unnið ómælt fyrir safnið og Hvanneyrahátíðir síðustu ára hefðu ekki verið svipur hjá sjón nema með vinnu þessar manna. Og það sýnir eðli þessara manna að við þangað til í morgun að þá átti ég enga svona uppstilta mynd að þeim félögum. Þeir eru alltaf í aksjón, þannig að núna náðu loksins uppstilta mynd af hluta af hópnum. En hver eru þá tækifæri safnsins? Þau eru gríðarlega mörg. Það ekki síst að telja að safnið með til umræða mikið húspláss sem vannýtt. Þar bæði fjósloftið og eins norðurendi hlöðunar. Efri hæðin á safninu eða fjósloftið 450-500 fermetrar og núverandi nýting lítið. Og þar spila meðal annars aðgengismál inni en líka þá vantar endurnýjun á húsnæðinu. Við með sýninguna konur í landbúnaði í 100 ár í fremsta hlutanum en þar hins vegar eitt besta útsýni héraðsins. Ég fer ekki ofan að því og þarna ætti klárlega að vera kaffeterja. Síðan eru gríðarleg tækifæri til sýningahalds á loftinu og sýningin í tengslu við sögu laxveiði í Borgarfirði hugsuð þarna á efri hæðinni ef við fáum burði til þess að bæta aðstöðuna þar. Þetta stórt verkefni sem hefur alla burði til þess að halda stóra sýningu og við vonum að það takist. Einnig væri þá pláss fyrir aðrar minni sýningar og nýjasta hugmyndin sem reyndar ekkert ný, þetta bara hugmynd sem komið upp aftur núna bara á síðustu dögum, sýning á dýralækningaáhöldum sem við og Þjóðminjasafnið eigum þó nokkuð af, væri fróðlegt að gera skil og þetta bara eitt dæmi það hvernig við gætum verið með minni tímabundnar sýningar. En þá það norðurendi hlöðunar. Þar hefur ekkert verið gert enn sem komið það svona geymsla, en þarna hátt til lofts og vítt til veggja og það tækifærið fyrir annars konar sýningarrými. Það klárlega möguleiki að setja upp milligólf til að nýta plássi betur og þarna gætu verið tímabundna sýningar, til dæmis dráttavélar ákveðinni gerð, heifunutæki, jarðvinnslutæki, mjaltatækni og svo framvegis og framvegis. Þarna getur líka verið tímabundin aðstaða einstaklinga sem væri að gera upp ákveðið tæki safnsins og þar með hefðu gestir þá möguleika á að fylgjast með. Það væri svona opin vinnurými. Síðan væri þarna möguleiki fyrir sýnikennslu af ýmsum toga og bara almennt þá ættum við að leggja meiri áherslu á lifandi fræðslu verklag fyrir ára sem þættist þá jafnframt inn í grunnsýningu safnsins. Þetta bara dæmi það hvað verið hægt að gera í þessum hluta safnsins. En þá það útisvæðin. Þótt safnið hafi ekki formleg yfirráð yfir þessum svæðum í kringu safnið, þá áreiðanlega hægt að koma því fyrir að við getum sett upp sýningar þar sem hluta af starfi safnsins. Þarna horfi ég sérstaklega til svæðisins sem hérna næst safninu, fyrir neðan safnið, og síðan má náttúrulega ekki gleyma beðasléttunum sem þar fyrir neðan. Það ekki það að ég ætla að fara að planta einhverju ofan í þær heldur við þurfum að gera þeim betri skil heldur við gerum í dag. Hér á landi ýmsir stofna nytjaplantna sem við berum ákveðna skyldu gagnvart til að varðveita og Erfðalendarsetur Landbúnaðarháskólans ber hitann og þungan þessu hérlendis. Og má sem dæmi nefna safn yrkja varðveitt hér og þar á landinu, meðal annars 7 rabarbarayrki geymd í grasagarði Reykjavíkur, berjarunnar í Kristnesi í Eyjafirði, unnið að varðveislu íslensku kartöfluafbrigðanna og Sandvíkurróan varðveitt. Við hjá Landbúnaðarsafninu og Erfðalendarsetrinu höfum sett fram hugmyndir að koma upp sýnisreitum fyrir þessi yrki í nágrenni safnsins og höfum við þá einkum horft til þessa svæðis fyrir neðan safnið og þá ofan við beðasléttunar þannig að þeim verði ekki raskað.
Við höfum meðal annars hort til dæma frá danska landbúnaðarsafninu þar sem einmitt eru varðveitt gömul yrki þarlendri ræktun. Þetta eru myndir þaðan. Þar eru bæði varðveita matjurtir, epli, kotttegundir og þar eru reyndar með gömlu búfjárkynin líka. En þá er rétt að velta því upp, hver segir að við getum ekki hort til framtíðar hvað varðar plöntur og sýnisreiti með þeim. Danska landbúnaðarsafnið er einmitt verkefni sem kallast gúlkorn og þar er verið að fjalla ræktun korntegunda í gegnum aldirnar en ekki síður hort til framtíðar og geta gestir hannað innan gæsalappa sitt eigið korn þar sem þeir eru að setja saman mismunandi eiginleika í nýtt yrki og það er þá hluti að gagnvirkni safnsins. Og þá horfum við til þess að sýnireitirnir við safni sé ekki aðeins að sýna gömlu yrkin sem að ræða, heldur einnig hvað jarðræktarfólk dagsins í dag er að rækta. Þar væri komin mikilvægur vettvangur fyrir jarðræktarmiðstöð Landbúnaðarháskóla Íslands í kynningarstarfi ef komið væri upp slíkum sýnireitum þarna í nágrenni við safnið. En hvert viljum við fara? Við þurfum að auka virkni gesta í sýningu safnsins, eins og Ragnheiður nefndi, við höfum haft ýmsar hugmyndir það. Með því að búa til lifandi safn verður upplifun gesta meiri, öðruvísi og líklega við náum til fjölbreyttari hópa en ella. Ef gestir taka þátt, mega íta á einhverju, fikta í einhverju, setja upp þrívíddagleru eða hvaðina, þá er líklegt að tengingin við safnið verði sterkari heldur en ella og líka þá er líklegt að dvalatími gesta lengist. Við höfum þegar hort til þess að koma inn hljóðum í sýninguna, að fólk heyri hvæsið í smiðjunni þegar gengur framhjá og hamarsökin. Þegar að fólk gengur niður í gryfjuna og niður í kjallara, þá færi í gang hljóðskrá með upptöku af ganghljóðum ólíkra dráttarvéla og það kalla fram umræður og vangaveltur hvaða tegundi hver og svo framvegis. Þá er eins gott að við vitum það hvaða tegund hvort þetta Ferguson eða Farmal eða hvað. Síðan með þrívíddaglerum þá væri hægt að færa upplifun af fornum verkháttum nær gestunum. Þeir fá tilfinningu fyrir því hvernig þeir þurfa að beita sér við slátt á engjum með orfi og ljá. Nú eða kannski finna með bakverki við það ef þið fá að taka þátt í baggaheyskap og koma bagga upp á vagn eða inn í hlöðu og svo framvegis. Það er líka eitt atriði en þá sem er lykt og skynjun. Það vekur hughrif. Við þekkjum það nú þegar við tökum gesti í gegnum ullarselið að leyfa fólki að finna munin á togi og þeli ullar, að það bara opnast ákveðin augu og síðan ekki síður þegar það finnur munin á handspunnubandi og vélspunnubandi. Og síðan má ekki gleyma þessari snilldar hugmynd hans Þorkels heitins í Ferjukoti að selja fjósalykt á flöskum. Þannig að við getum lært margt af Kela hérna. Fræðsluþáttinn verðum við líka efla og við viljum það mjög gjarnan. Ný heimasíða okkar opnar möguleika til að nýta hana til að koma á framfæri og miðla fræðsluefni og okkur hefur dreymt það á síðustu árum að skólar nærsamfélagsins nýttu safnið á markvissari hátt inn í sína kennslu og vonandi náum við að þróa það áfram á næstu árum. Eitt skref í þessa átt núna á vordögum, þá kláraðist verkefni sem safnið fekk styrki til frá uppbyggingarsjóði Vesturlands og safnasjóði náttúrutúlkun í gestastofu fyrir Friðland fugla í Andakíl en þessi gestastofa er hýst í suðurenda hlöðunar en þessi verkefni verða opin öllum á heimasíðunni og er ætluð fyrir efri árganga leikskóla og neðri árganga í grunnskóla. En það er ekki síður mikilvægt að fræða hvernig landbúnaður dagsins í dag er. Við finnum það eins og ég nefndi á þeim fyrirlestrum sem við erum með fyrir erlenda gesti. Þeir þyrstir í að fá upplýsingar hvernig er staðan í dag. Ekki bara hvernig landbúnaður var gegnum aldurinn, heldur bara í dag. Hvernig er landbúnaður háttað í dag og þetta er alveg klárlega vettvangur sem við getum náð meiri árangri á. En við þurfum ekki síður að fræða innlenda gesti hvernig er landbúnaður dagsins í dag. Það er ýmsir ranghugmyndir í gangi sem við getum þá hjálpa til við að leiðrétta. En við þurfum að fræða börnin, ekki síður heldur en eldra fólkið
og eins getur fræðslan snúist að þeim erfðaauðlindum sem að nýttar eru í landbúnaði. Á síðustu árum þá hefur þróun samfélagsins verið þannig að rof hefur orðið á milli framleiðenda og neytenda. Þetta er ekki lengur inn á sama heimili og því er eðlilegt að þekkingin tínist niður. Þó hefur orðið nokkur svona vakning á þessu sviði en við getum gert miklu meira í því. Landbúnaðarsafnið ekki að síður að huga þessum hluta og getur það skapað skemmtilega tengingu á milli nær horfinna þekkingar og nútímans. Hvers vegna nýtum við það ekki betur að hér á Hvanneyri enn framleidd mjólk? Höfum ákveðna þemadaga þar sem gestum kennt að skilja mjólk, strakka smjör úr rjóma, búa til osta á ávonum eins og sjáum að myndinni þarna til hægri og svo framvegis og framvegis. Síðan væri hægt að taka aðra þemadaga, hvernig tekur lamskrokk og býr til bara fullbúnum matvæli úr þetta sem gæða vöru, hvernig á að meðhöndla villibráð og svo framvegis og framvegis. Við þurfum nefnilega fræðslu á þessu sviði ekki síður en öðru. Vonandi getum við áfram notið samstarfs við Ferguson-félagið hér eftir sem hingað til, en það væri gaman að geta þróa það samstarf áfram. Við heyrðum hugmyndir hans Þórs hérna áðan og er ekki bara málið að fara að safna pening, Þór? Hvernig er það? Amen. En auðvitað verða báðir aðilar njóta ávinnings af því. Og Bjarni stóð fyrir þessu Ford-traktora námskeið og þeir í kompani, Sigurður Skarphéðinsson heitinn, og þetta vakti lukku og væri ekki komin tími til að endurvekja slík námskeið einhverjum toga í samstarfi við Ferguson-félagið. Einnig vekur það alltaf ánægju þegar þeir félagar eru að stússa inn á safnið, það koma gestir og þeir geta frætta þær vélar sem eru þarna og þá er spurning, er þetta eitthvað sem við getum þróað áfram? Þannig að það fjölmennir fletir á samstarfi milli þessara aðila okkur báðum til góða og það er ómetanlegt að eiga slíka menn sem fulltrúar Ferguson-félagsins eru fyrir safnið. En safnið á ekki síður að horfa til framtíðar. Hvaða tækniframfarir eru eiga sér stað? Væri einhver möguleiki að fá vélaumboð til að sýna svona vélaframtíðarinnar með nýorkuvélar, hvort sem það er rafmagnsdráttarvélar, metavélar eða hvað sem eða tæki sem tilheyra fjórðu iðnbyltingunni. Þetta getur verið brúin yfir til framtíðar. Og með því þá náum við kannski svona heildinni, samfellinni frá fortíð til framtíðar og þá getum við betur greint ferla, dregið lærdóm af því sem vel gekk og hinu sem miður gekk. En þetta tengist þá næsta atriði sem eru rannsóknir. Það er eitt þeirra atriði sem viljum halda áfram með og efla ennþá frekar. Ég held að séu kannski fá söfn sem að geta státað jafn viðamiklu rannsóknarstarfi og Landbúnaðarsafnið hefur gert, en það hefur náttúrulega byggst á því afkastamikla starfi hans Bjarna á þessu sviði. En með ráðningu á Önnu Heiðu þá er mörkuð svo sýn að halda áfram rannsóknum á landnýtingarsögunni og hverju því sem tengist sviðum safnsins. Og komið þarna góðar hugmyndir í erindina Sigurjóns áðan. Hugmyndir að rannsóknarverkefnum eru margar og þetta eru bara fáar af fjölmörgum, eins og nefndi dýralækningar, það er líka dýravelferð, þróun mjalta á einni mannsævi hefur það þróast frá handmjöldum yfir í það að tæknin er orðin allsráðandi og svo framvegis og framvegis. Þetta eru fjölmörg rannsóknarverkefni og rannsóknarsvið en þetta tengist allt inn á svið Landbúnaðarháskólans og fagsvið hans og þetta myndi styrkja tenginguna á milli ennþá frekar. En það er ekki síður hægt að tengja þetta við aðra háskóla og söfn og reynda fleiri aðila. Og þá erum við að horfa á fjölmörg svið eins og Sigurður nefndi, hvort sem að það er þjóðfræði, safnafræði, sagnfræði, fornleifafræði eða hvað annað. Þessar rannsóknir það þurfi ekki síst að miða að gagnvirki að nýta þá miðlunarmöguleika sem eru til staðar og það er svið sem við eigum eftir að stíga inn á. En það er ljóst að ekki skortir hugmyndir eða möguleika til framþróunar safnsins og að því verður unnið. Auðvitað þarf að sníða stakk eftir vexti en hver veit nema hægt verði að efla þennan hluta safnsins á næstu árum. Það verður að minnsta kosti róið að því öllum árum. Auðvitað er það fjármagn sem setur einhverjar skorður. En ef stefnan er skýr og hugurinn með, þá er það bara
verkefni til að leysa að afla fjár. Hingað til hafa það verið safnasjóður og uppbyggingarsjóður Vesturlands sem við höfum sótt stærstu styrkina í, en þess skal getið að án stuðnings Landbúnaðarháskóla Íslands þá væri safnið ekki rekstrarfært. En safnið er ekki síður mikilvægt fyrir Landbúnaðarháskólann í kynningastarfi og rannsóknum á ákveðnum sviðum. Við höldum ótröð áfram og það er margt spennandi sem við erum að gera og getum hæglega komið í verk, bara áfram gakk. En það er rétt að muna að þetta safn væri ekki það sem það er og ef við höfum heyrt hér í dag án gríðarlegar og óeigingjarnar vinnu hans Bjarna. Og þetta ber að þakka dagferðn í rauninni. En þá er það ófá skipti þegar þarf að grafa eftir einhverjum fróðleik að viðkvæðið okkar er spyrjum Bjarna og alltaf eru svörin á reiðum höndum, afskaplega þolinmóður við okkur, ég undrast það stundum, en það er alveg ómetanlegt fyrir okkur að hafa hann hérna í nágrunnu og geta leita til hans. En fyrir það og allt annað þá viljum við þakka honum og biðjum hann núna að koma hingað upp til okkar, Önnu, og veita viðtöku smá þakklæti fyrir störf hans. Ef Anna kemur hérna til okkar og fáum Bjarna kannski með okkur. Bara... Kæra þakkir. Við vitum að þú ert ekkert mikill hestamaður, vitum það, en þetta er hins vegar smá svona dæmi hússmíði sem þessum þáttur sem er kenndur hérna við skólann. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ragnhildur, greinilega verk að vinna hjá okkur á næstunni. En þetta var síðasta erindi sem var á dagskráni, en Bjarni hefur beðið orðið núna og gjörðu svo vel, Bjarni. Kæru vinir, það rifjast upp fyrir mér það sem að móðir okkar systkina lagði áherslu á þegar við fórum að bæi eða vorum send erinda, mundu eftir að þakka fyrir þig. Og ég get ekki annað heldur en sagt bara einfaldlega takk, hjartans þakkir fyrir þetta framtak sem að ég er nú eiginlega satt að segja, dálítið smár gagnvart því að mér finnst hér hafa verið ofgjört í flestu, en ég þakka þessa vinsemd og ég þakka öllum þeim sem hafa gert þessa stund mögulega, hvort sem það er með nærveru sinni eða miklum undirbúningi sem hér hefur verið lagður fram. Það var fyrir nokkrum árum síðan sem að dálítill hópur manna tók sér til og söngin á plötu söng sem var að byrja einhvern veginn svona, við gerum okkar besta og aðeins betur ef það er það sem þarf. Og nú er það kannski engin ástæða til þess að halda málþing mann sem hefur bara gert það sem stendur í erindisbréfinu og hann átti að hunskast til að gera, en hafi það verið eitthvað umfram þetta, umfram það, þá byggist það á nokkrum atriðum. Í fyrsta lagi góðum samstarfsmönnum og vinnuaðstöðu sem virkar hvetjandi. Í öðru lagi það því að maður haldi sæmilegri heilsu bæði til geðs og líkama. Og til þriðja lagi nefni ég það að maður þarf að eiga fjölskyldu sem stefnir nokkurn veginn í sömu átt. Og þarna, og þegar kemur að því, þá bið ég ykkur eiginlega forláts á því
að ég ætla sérstaklega að nefna það að ég hef þann vana að tína fötum og henda þeim eiginlega þar sem ég er hægt að nota þau. En af einhverjum ástæðum hitti ég þau alltaf þvegin og samanbrotin upp í skáp þegar ég sakna þeirra. Í öðru lagi það að þegar ég sitt við tölvu mína og er búinn að vera argur og fúll og klóra mér í hausnum og lesa eitthvað og reyna að skrifa eitthvað og klukkan er farin að halla svona í 6:30 þá heyri ég að kalla þér matur og þá er ekkert enn að labba fram til þess við borða og éta. Og fyrir þetta, ég veit ekki hvort ég má biðja ykkur sérstaklega að reka nú í eitt gott klapp fyrir hana Dísu mínu. Hún á þetta skilísjálfis ykkur. En svo er það að það er hérna, það er kvæði sem ég hef haft oft fyrir vana að hafa yfir og segir í rauninni það sem segja þarf í þessu tilliti fyrir utan öll tökkin sem ég þarf að koma áfram. Það er kvæði Guðmundar Böðvarssonar Kvöld í smiðju. Ég tók nú ekki með mig gítar núna þannig að ég á að reyna að muna kvæðið þá er þannig þægilega að raula það. Hef notað áður við líka tækifæri en ég ætla að prófa hérna með hjálp Símans að minna mig á hvað þarna er á ferðinni. Kvöld í smiðju. Ég tek aðeins 4 erindi þannig að þið sleppið hljóðlega. Ég stóð í minni smiðju við steðja minn og afl. Ég stóð í mínum gamla moldarkofa og fannst sem hefði unnið mitt forna hversdagstafl og fagnaði því að hvíla mig og sofa. Og sóknar minnar valkerstir gjallið grátt og rautt gólfsins röku moldir lá í haugum, að eldur hafði brunnið þar sem bráðum skildi dautt, það blasti þó í sín við hversmanns augum. En það hefur mollkafli í laginu. Og en efans draugur mælti með illt og meinlegt glott. Þú ættir þó að muna járnsmiðs tetur að allt það sem þú gjörðir var aldrei nógu gott og aðrir hefðu gjört það miklu betur. En skáldi Guðmundur endar síðan langa hugleiðingu, þetta er kvæði sem er eitt af hans fallegustu kvæðum, og þá segir hann, og það gerir þau orða mínum, svo vinnist þér á morgun það sem vannst ei mér í dag. Það verðar skal að lokum hinsta kveðjan, er kyrristum í smiðju og kemur sólarlag og kulnað syndur liggur kringum steðja. Þakka ykkur öllum innilega fyrir þetta. Ég mun muna þessa stund lengi. Þakka ykkur öllum fyrir að taka þátt í þessu í dag. Þetta er búið að vera yndisleg stund sem við höfum átt hér og ég legg til að við tökum bara með okkur út og aðeins betra en það er það sem þarf. Takk fyrir stundina. Hér niður í matsal eru síðan veitingar handa okkur. Það er kaffi 2. Við vitum að köffin eru mikilvægastu partur af svona samkomum. Gjörið svo vel og gangi niður í matsal og njóti veitinga kvenfélagsins. Grasið í kynninni bylgjast í blænum og blaktir á Hvanneyrar fytt. Þak rauð og hvítveggjuð steinhúsin standa, stafar á blikandi fjörð. Sjá, hér er tign, hér er unaður yfir, auðugri brosandi jörð. Hvar á vort land öllu blómlegra bíli, já farsælt og hýrt. Hér hefur menntun og verkefnum verið
vaskleg og djarflega stýrt. Hér eiga verðandi bændur að brjóta í bávið hinn öfuga straum. Öðlast hér þekking af athöfn og leiðsögn og eignast sinn hamingju draum. Gróðurinn angar í garði og túni, glitbreiðu leggur á mörk. Hvað dreymir þig sóley dagbjartar nætur, hvað dreymir þig vaxandi björk? Blasir ei landa við Íslendingsaugum, auður og menningar sín. Meðan Hvanneyri gullrauður geislinn af Grímsstaða múlanum skín. Meðan Hvanneyri gullrauður geisli af Grímsstaða múlanum